Í þessu holli förum við ekki í lokafrágang á yfirborði. Þegar því er lokið. Það eru eitthvað spurningar? Stóð í gögnunum, minna það eru 22. september og það er gulmerkt á 4. blaðsíðu í útboðs- og verklýsingunni. Það gæti nú verið að við munum eitthvað eiga við þetta ef þess þarf, en það er gert ráð fyrir að framkvæmdatíminn ljúki þá 28. febrúar og við værum þá að taka fyrir gögnin hér á septemberfundunum í bæjarstjórn aftur. Og það er þá kynningarfundur og fyrirspurnarfrestur líkur september líka 20. Því að 4 dögum áður en að bæjarstjórnarfundurinn ef ég man rétt. Það er að spyrja teikninguna, ég bara þekkið ekki þannig að þetta gert ráð fyrir mön meðfram uppleiðina í endanum? Herðu, ég kannski þyrfti að fá að kasta teikningunum upp ef það væri í lagi. Teikningar sett þannig að. Það var efst, það var nefn efsta. Já, þetta er deiliskipulagið. Það er Skilur það meina þannig að. Við Austurveginn. Við Austurveginn. Hérna, já. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir því að þarna sé það að tippa upp efni og setja upp mön. Svona hljóðmön, bara brík frá Austurveginum. En það kemur ekki þessari framkvæmd við beint. Það er þá þegar við förum áfram inn Botlandana. Þetta opnar á nyrstu lóðurnar hérna. Þetta eru lóðurnar stóru sem ég var að tala um áðan. Það er þá möguleiki að sameina þær og eins þessar líka ef út í það er farið. Og eins opnar þetta líka á lóðir í Hólmarsund 2, 4 og 6. Hér er bara komið malavöður, það vantar lagnir og allt inn í þennan veg. Það er búið að vera svona jöfn eftirspurn eftir einar húsalóðum, svona 1 til 2 mánuði. Og síðast afgreiddum við bara, það kemur í máli 8 held ég. Þá er umsókn Hólmarsund 2. En já, það er gert ráð fyrir mögum þegar við klárum hverfið. Já, þú veist, af því að framtíðin á vantarlega kemur íbúðasvæði hinum með við, þannig að það er smart að sjást ekki ykkur iðnaðarsvæði þannig hinum með. Einmitt svo sparar þetta líka pening sko, það þarf alltaf að flytja efninu sem er mokað fyrir götunni sko, ruslefninu eða óvirka úrgangnum. Það þarf að flytja, í staðinn fyrir að flytja það upp í tipp og urða það þar, þá er alveg gott að manna þið bara upp við Austurveginn. Er Hólmarssundi sambærilegur vegur þá og Staðarsundi? Já. Og það er inn í þessu líka og í dag er bara malavögur. Þannig að menn gætu svo sem byrjað að framkvæma en það kemur að því að menn þurfa að fara að fá inntök og annað sko. Ég meina, já, breiddin og. Já, þetta er sambærilegt. Já, þetta eru svona iðnaðarsvæðisvegir, breiðir og víðar beygjur og á að vera nóg pláss. Því þetta verður æðin þá upp í þetta hverfi frá bryggjunni eða ekki? Já, frá bryggjunni, en svo áttu möguleika, á þessu líka sko, frá Austurveginn. Þetta ætti nú að leysa svona allavega flæðið gegnum hverfið myndi ég segja. Já, en það verður líklegast mun meiri umferð Hólmarssundi heldur en Staðarsundi. Já, ég myndi halda það. Styttri leið sko. Veitu, hvað er Staðarsundi? Já, nei. Hvað fáum við margar lóðir hérna út úr? Þú veist, við erum að nota þessar hotlóð eða þú veist, lóðirnar hérna við. Fáum þessa, Já. Þessar hérna allar og svo fyrstu lóðurnar í öllum skuldum. Og svo bara það seinni tíma ákvörðun þá að hér eða hér sko. Það færi þá bara eftir eftirspurnin eða eftirspurnin sem verður þá.
Það eru mjög víðu bili eins og þessar litla hérna sem bara 900 fermetrar og svo 13, 2500 og svo væri hægt að sameina þessar. Það er hægt með litlum tilkostnaði og þá erum við búin að búa til 4000 fermetrar byggingareit. Búið að útluta hana Hólmasundi hana bak við Stakkavík? Þessu? Eitthvað af þessu Þetta lóðin fyrir Stakkavík. Þetta bara auka byggingareit. Já, Stakkavík með þessa lóð alla göttuna? Þetta eru 2 byggingareitir, þessi og þessi og þegar framkvæmdir henni hefist hér þá er náttúrulega bara allir byggingareiturinn undir. Er þetta allt byggingareitur öll þessi lóð eða hvað? Og rosalega stór byggingareitur. Kæmir ekkert óvart ef að það er óska eftir því að hún verið skipt niður Gatnagerðargjöldin eru náttúrulega þú borgar fyrir alla reitin ef þú byrjar og þú sést bara að gera fyrir Þessi lóð hérna. Þetta opnast náttúrulega búið að byggja hér á þessu. Vorum við ekki búin að afgreiða einhvern tíma leyfi fyrir hús þarna upp í horninu? Hérna? Húsið sem var niður á Bryggju? Jú. Stálfréttahúsi? Það endaði samt með því að nei, nú get ég ekki munað það er örugglega 2 ár síðan. Þetta talum á bak við Stakkavík. Já. Mér ámar í það þegar þú segir þetta. Við höfum verið búin að samþykkja að setja það hús. Já, svo var það einhvern veginn ekkert úr því, Og reitin þarna fyrir aftan, sem sé í norður og austri frá Stakkavík, eða svona já, vinstri megin. En að þú nefnir með Gatnagerðargjöldin, Já, það gæti byggingareiturinn að það þurfa þá að borga hann allan. Já, getur verið að nú rámaði mér svona aðeins í þetta. Það getur verið að það hafi strandað þar, sko. Það hafi bakkað út af því að taka þátt í öllum þessu kostnaði. Og þá í staðinn fyrir að fara að minnka byggingareitin fyrir eitthvað pínlítið hús, þá er náttúrulega bara að tapa byggingaréttinum fyrir framtíðina ef þú vilt vera með stóra fiskverkun eða eitthvað svoleiðis. Mér minnir það að það hefði farið þannig. Yes. Ok. Já, Ármann, takk fyrir það. Orðið er laust. Við erum svo sennilega búin að kynna okkur tilboðsgögnin og það. Það er svona smá svona spekulásjón eins og sagt er. Ég held að við höfum verið að samþykkja þetta í bæjarráði. Útboðsgögnin og alls saman. En enga síður bara gott að ræða þetta hérna og taka það atkvæðagreiðslu og bæði þetta mál og mál nr. 2 sem er Gatnagerðarvíkurhóp því að það var inn á tíma meðan að bæjarstjórn var í fríi. En við skulum bara taka til Bæjarráðið, þá varum við alltaf að taka fyrir heildarútboðsgögn með malbyggi og gangstéttum. Já, svo ekki skiptu. Góð áminning, Marta, það er rétt. Þegar okkur voru kynnt gögnin þá var farið fram á að bjóða ásamt gatnagerðargjöldum og gangstéttum en fundarmenn voru sammála um það að brjóta verkið upp og taka það frá og þannig að skipta upp verkinu að gatnagerð og gangstéttir kæmi þá í síðar útboð. En þeir sem eru samþykkið því að bjóða út og samþykkja þessi áform. Ein spurning á þau. Björnsvöld. Ég velti fyrir mig, er þetta sko, nú er þetta einn byggingareitur og ein lóð, er þá búið að sameina þessa lóð við, er þetta sama lóð og er undir Stakkavík eða? Þetta er of djúp spurning fyrir mig, Pál. Já, nei, ég minna það upp á að útlutinni aftur sko. Deiliskipulagið gerir bara ráð fyrir því að þetta sé ein stór lóð. Já, þetta er ein stór lóð alveg niður á, já, bara svo þessi á hreinu. Ok, já. Þeir sem eru þessu samþykkir, þessu rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nú,
Mál nr. 2, það er gatnagerð Víkurhóp. Tekin fyrir útboðsgögn gatnagerðar í Víkurhópi. Þar var sami háttur á. Fyrsta útboð átti að vera ásamt gatnagerð og gangstéttum. En það var talið að einnig væri hentugra að skipta því í 2 áfanga. Jarðvinnuna og hafa þá hitt sér. Ármann, ég ætla að beða þig að koma og kannski kynna þetta frekar. Já, eins og Hjálmar myndist á áðan þá tókum við þetta fyrir í bæjarráði með malbyggi og gangstéttum og lokafrágangi. Nú eru þess að ég er áskiltri heimild til þess að fá að bjóða þetta út með gögnin eins og þau eru. Þetta opnar fyrir 9 raðhús og 8 raðhús og 9 parhús og svo 2 blokkir. Þetta eru svona, þetta er á bilinu 60 til 70 íbúa einingar. Ef við reiknum, parhús, það eru þá 2 íbúa einingar og fjölbýlishúsin geta verið allt upp í 12 til 15 íbúa einingar hvert. Þetta er allt Víkurhópið frá Hópsbraut og alveg upp í skipulagsmörk. En það kannski bent á að þetta skipulag var unnið áður en að aðalskipulagið var unnið. Nú gildandi aðalskipulag og það er búið að bæta við einu hverfi í viðbót norðar við þetta hverfi. Já. Og ég er að falast eftir því sama og í síðasta máli, bara að fá að bjóða verkið út og svo myndum við taka gögnin aftur fyrir þegar tölurnar koma. Einn spurning. Er búið að úthluta blokkunum sem eru að austanverðu? Þú talaði um 2 nýja blokki bætist við, eða fjölbýlishús? Já. Fjölbýlishúsin þarna austar, eru þau búið að úthluta þeim? Já, það er rétt. Við náum hérna, það er svona riss sem ég gerði bara. Við náum að teygja Víkurhópið hingað upp á lagnaleiðir sko. Við náum að tengja þessi hús inn á lagnirnar sem fara hérna niður. En við komumst ekki lengra. Við náum ekki að tengja þessi hús eða þessi inn á bara vegna hæðarmismunar í jörðu. Og þetta er alveg ágætis, við kláruðum lóðurnar okkar fyrir, 4 mánuðum. Þá fóru þær eiginlega bara á einu bretti, á svona 1,5 mánaða tímabili. Og þá kláruðum við allar rað- og parhúsa lóðurnar okkar og við eigum held ég 3 einbýlishúsalóðir eftir. Og svo stefnum við að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Þannig að þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Já. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að við erum byrjuð á vinnu við skipulagi á nýju hverfi sem er þá næsta ári. Ég myndi segja þessa austan megin við þetta hverfi. Einbýlishús að því að eiga það þær áður en við förum að úthluta þessum lóðum. Svo hef ég einnig tekið saman kostnaðinn við gatnagerðina og þann pening sem við fáum tilbaka í gatnagerðargjöld og það er eitthvað sem við þurfum að skoða betur. En við færum aldrei að úthluta þessum lóðum fyrir bara fyrsta lagi
eftir áramót, eitthvað svoleiðis, Já. fyrsta lagi. Já, Ármann, takk fyrir það. Nú orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það með Ármanni að við þurfum eitthvað að fara að skoða þessar lóðaúthlutunarreglur og fara eitthvað betur yfir þær. Til þess að vera nú viss um það að við fáum hérna fyrir þessum framkvæmdum með gatnagerðargjöldum. En eins og kom fram hérna í síðasta máli, þar sem við erum að leggja heila götu, án þess að það sé nokkur trygging fyrir því að við fáum nokkur gatnagerðargjöld alveg annars vegar við þá götu. Af því þar er búið að sameina þá lóð við lóð sem er bara við aðra götu og hérna þannig að sá aðili þar getur haldið þeirri lóð forever á þess að byggja nokkuð tíman á henni. Þannig að það getur farið svo að fáum aldrei krónu upp í þá. Ekki nema hérna, það farið sem sagt ég bara helmingurinn sko. Ætlum við þá að láta gatnagerð sem sagt að rukka þann aðila sem er hinum yfir göttuna fyrir all lóðalögugjaldi. Þannig að ég velti nú fyrir mér eiginlega hvenær svona gjörningur hefur átt sér stað. Þannig að við þurfum eitthvað að skerpa á þessum reglum og hérna hafa þetta eitthvað meira upp á borðinu. Það er alveg ljóst. Þannig að ég bara hérna ítreka það og tek undir með Ármanni að við þurfum eitthvað að gera í þessum málum. Takk fyrir það, Páll. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við langar bara að ítreka það sem átti sér stað í umræðum á síðasta bæjarráðsfundi, þannig að við munum það öll þegar við förum í fjárhagsáætlun að upphaflega koma útboðsgögnin til okkar með malbyggi og loka fráganga gangstéttum og öðru slíku. Ákvörðun var tekin að skipta þessu upp, sem ég var alveg sammála. Það var kannski bara tímabært núna að fara í götugerðina sjálfa. En það er mikilvægt að við förum í fjárhagsáætlunina að við gerum ráð fyrir fjármagni á næsta ári eða á næstu 2 árum í frágang á þessum götum, og það voru allir sammála það og það voru alveg samhugur í því að fara þessa leið. En það var mikilvægt líka að fjármagni fylgi í áætlun næstu ára. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að sjálfsögðu verðum við að gera ráð fyrir að fjármagna þá framkvæmdir sem við förum í. En við gerum væntanlega jafnframt ráð fyrir að tekjur eða gatnagerðargjöld sem kom inn af þessum framkvæmdum standi undir gatnaframkvæmdunum og því sem þar þarf að gera. Þannig að við þurfum að skoða þá gjaldskrá. Við erum með hófari gjaldskrá og við þurfum að skoða þá gjaldskrá sem þarf hvert skipti inn í hverjum. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Nú, ef ekki fleiri hafa hvað sér hljós, þá ber ég málið upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir áformunum, útboðsgögn Víkur rétt og bent, það er samhljóða. Takk fyrir. Og við höldum áfram. Mál númer 3. Hafnargata 22, breyting á deiluskipulagi. Tekinni fyrir óveruleg breyting á deiluskipulagi eftir grenndarkynningu. Engar athugasemdir bárust á kynningatímanum. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillaga verði samþykkt samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ármann,
Vilt þú kannski gera grein fyrir málinu? Málið snýst stækkun byggingaréttar á Hafnargötu 22 og við sendum þetta í grenndarkynningu. Það komu fyrirspurnir sem ég taldi mig hafa svarað bara ágætlega. En við vinnsluna á þessu þá kemur í ljós smá annmarki á upprunalega skipulaginu og það var ákveðið að eiga ekki við hann þar sem að þessi deiliskipulagsbreyting snýst einungis stækkun á byggingareitt við Hafnargötu 22. Það eiginlega einhverski bara benda ykkur á það. Það vantar, sjáu þið, þessi lóð á eiginlega að vera svona. Á að vera hak hérna á henni. Þetta eru bensíndælur sem að selja upp eitt með, en það liggur fyrir samkomulag á milli Þorbjarnar og Skeljungs sem að í gildi ennþá. Þannig að þeir hafa svo sem alveg rétt á þessu svæði. En kannski ekki að eyða of miklu púðri í þetta, en annars koma engar athugasemdir varðandi byggingareitin og ég sé ekkert að því til að stöðu bara að afgreiða þetta mál svo að þeir geti farið að sækja byggingarleyfi og fara að stækka. Takk fyrir það, Ármann. Orðið laust. Nú ef það ekki fleiri sem að ákveða þessi hljóðs, þá ber ég upp tillögu skipulagsnefndar að samþykkja áformin, breytingu á deiliskipulagi, þeir sem eru samþykkir. Það samhljóða. 4. mál, Hafnargata 4, breyting á skipulagi. Tekin fyrir óveruleg breyting á aðal- og deiliskipulagi eftir grenndarkynningu. Engar athugasemdir bárust. Tillögurnar miðast við að skilgreiningu Hafnargötu 4 verði breytt þannig að hægt sé að reka gistiheimili. Tillögurnar eru unnar af Eflu verkfræðistofu, dagsettar 16. júní 2017. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillaga breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og að tillaga breytingu á deiliskipulagi verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust. Nú, ef enginn hefur hvað sé hljóðs, þá berum við tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir áformunum, gjör svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 5. mál, Hafnargata 8. Einnig er það breyting á skipulagi. Tekin fyrir óveruleg breyting á aðal- og deiliskipulagi eftir grenndarkynningu. Engar athugasemdir bárust. Tillögurnar miðast við að skilgreiningu Hafnargötu 8 verði breytt þannig að hægt sé að reka gistiheimili. Tillögurnar eru unnar af Eflu verkfræðistofu, dagsettar 18.5.2017. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillaga breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og að tillaga breytingu á deiliskipulagi verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust. Nú, ef það er engin sem hvað sér þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru áformunum samþykkir, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 7. mál. Víkurbraut 34, breyting á aðalskipulagi. Tekin fyrir óveruleg breyting á aðalskipulagi Grindavíkur árann 2010-2030 ásamt greinargerð með endanlegri áætlun. Gerði breyting á þéttbýlisuppdrætti dagsett 11. júlí 2017. Breytingin felur í sér landnotkun við Víkurbraut 34 breytist úr samfélagsþjónustu í verslun og þjónustu. Í mannvirkinu rekið gistiheimili. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga 123/2010. Orðið laust.
Ef enginn hefur hvað sér. Jú, fyrirspurn. Guðmundur, gjörðu svo vel. Spyrja Ármann bara. Gjörðu svo vel, spurtu sæti. Vorum við ekki búin að samþykkja deiliskipulaga breytingu á þetta svæði? Nei, það er ekki í gildi deiliskipulag fyrir svæði, það er deiliskipulag gamla bæðin sem er upp að lögreglustöð næstu því og frá héðan og að Hópsbraut er ekki neitt deiliskipulag í gildi. Þetta er bara aðalskipulagsbreyting á einum reit. En þetta er hins vegar kannski svolítið gamalt mál og þetta er komið fyrir í þriðja skipti. Þannig að það getur verið það sem þú ert vitni í, sko. Okay. Orðið er laust. En þetta er sem sagt loka fyrirtakan á öllum þessum skipulagsmálum. Ef enginn hefur hvað sér ljós, þá berum við tillögu skipulagsnefndar að breyta þessa óverulegu breytingu á aðalskipulagi. Þeir sem eru þessu samþykkir, gjörðu svo vel, það rétt upp hönd. Það er samhljóða. 7. mál. Gunnukver. Deiliskipulag. Tekin er fyrir tillaga að deiliskipulagi fyrir Gunnukver. Tillagan var auglýst með athugasemdafrest frá og með 5. júlí 2017 og eigi síðar en 17. ágúst 2017. Óskað var eftir umsóknum frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja, Umhverfisstofnun, Minjastofnun og Vegagerðinni. Engar athugasemdir bárust frá almenningi eða hagsmunaaðilum. Beðið er umsagna aðila fram að bæjarstjórnarfundi vegna sumarleyfa. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falin tillagan til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvörum að þær umsagnir sem berist fyrir bæjarstjórnarfundi verði ekki neikvæðar og eða gefa ástæðu til að breyta fyrir tillöguna að mati bæjarstjórnar. Orðið er laust. Ármann, vilt þú kannski eitthvað segja um þetta? Þetta deiliskipulag er unnið af frumkvæði Reykjanes Geopark og eins og að minnst þarna á í bókun skipulagsnefndar þá komu ekki neinar umsagnir fram að bæjarstjórnarfundinum, þannig að það er svona óþarfi að taka afstöðu til þess. Skipulagið gerir ráð fyrir því að það séu bílastæði vestanmegin og austanmegin við Gunnukver og austanmegin séu 22 bílastæði fyrir venjulega bíla, 2 rútustæði og 2 stæði fyrir hreyfihamlaða. Vestanmegin er gert ráð fyrir að sama skapi 22 bílastæðum en 4 rútustæðum og 2 bílastæðum fyrir hreyfihamlaða. Þetta er svona, það er engin byggingarreitir í þessu skipulagi en það sem að kannski er viðkvæmast eru minjarnar. Það eru minjar á þessu svæði og alveg töluvert mikið af þeim og í kringu þær verða vafnir og göngustígar sem að með söguskiltum og svona útskýringum á jarðmyndunum og öðrum. Við erum semst að taka þetta fyrir eftir auglýsingu og fái ég samþykki hér þá mun ég senda það inn til Skipulagsstofnunar til staðfestingar. Ég ger svo ráð fyrir því að sveitarstjórn Reykjanesbæjar taki málið fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi og það er á sama skapi statt á sama stað. Má ég forvitnast úr sæti? Já, gjörðu svo vel. Er einhver samningur í gildi hjá einhverjum aðilum sem hafa heimild til gjaldtöku á þessum bílastæðum? Ekki svo ég viti, nei. En það verður kannski best að vísa þessari fyrirspurn til Geoparksins. Ég kem bara að skipulagsmálunum og í þessum svona Geopark-málum það hefur verið að aðstoða við framkvæmdir og hönnun og annað en öll svona ákvarðanataka er tekin í stjórn Geoparksins. Það verður þá bílastæði beggja vegna frá? Já, skipulagið gerir ráð fyrir því. Og skipulagið er ekkert annað en heimild til framkvæmda og já. Og ég veit til þess að það er líka fyrir styrkur upp á 20 milljónir fyrir framkvæmdum á þessu svæði
og við fórum í uppbyggingu á bílastæðunum, eða ekki uppbyggingu, við fórum í viðhald á bílastæðunum austan megin, Grindavíkur megin í fyrrasumar. Þess að við lögum veginn, breikkuðum hann og settum malbyggunarkurl ofan á veginn og lögum bílastæði. Þannig að ég geri bara ráð fyrir því að það verði bílastæði beggja vegna. Það er ekkert í skipulaginu sem bendir til hans. Takk fyrir það, Ármann. Nú orðið er laust. Nú, ef ekki fleiri af hvað sé hljós, þá berum við tillöguna til atkvæðagreiðslu. Það er að segja að skipulagsfulltrúa verði falin tillagan til fullnaðaratkvæðagreiðslu með fyrirvörum að þær umsagnir sem berist fyrir bæjarstjórnarfund verði ekki neikvæðar eða gefi ástæðu til þess að breyta þurfi tillöguna að mati bæjarstjórnar. Þeir sem eru samþykkið þessu, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 8. mál. Og þar ræðir umsókn framkvæmdaleyfi. Stapafellsnáma. Og þá hefst lesturinn. Erindi frá Iceland Constructions EHF námaleyfi. Erindinu fylgir greinargerð unnin af Eflu verkfræðistofu dagsett 2. ágúst 2017 ásamt áliti skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum. Sótt framkvæmdaleyfi til efnistöku en Ístak hyggst halda áfram núverandi efnisvinnslu í Stapafellsnámu. Staðsetningu námanu sem á miðjum Reykjanesskaga á milli Reykjanesbæjar og Grindavíkur. 2 rekstraraðilar eru í Stapafellsnámu, íslenskir aðalverktakar og Ístak. Til umfjöllunar hér sá hluti námuna sem varðar Ístak. Gert ráð fyrir að tekið verði 1,7 milljónir rúmmetra á óhreyfðu Bögglabergi. Efni hefur verið unnið úr Stapafelli í áratugi eða frá því 1950 þegar uppbygging byrjaði á Varnarliðssvæðinu. Tilgangur efnistökunnar að afla jarðefnis til vega og mannvirkjagerðar. Efni sem unnið í náminni Bögglaberg, perlumöl og sandur. Samkvæmt svæðisskipulagi Suðurnesja efnisþörf mikil til framtíðar og þar sem áætluð mikil uppbygging á atvinnuhúsnæði og stækkun íbúðabyggða á Suðurnesjum. Svæðið þar sem námuvinnsla fer fram skilgreint sem námusvæði í aðalskipulagi Grindavíkur og Reykjanesbæjar. Efnistakan því í samræmi við gildandi aðalskipulagsáætlanir. Í niðurstöðu álits skipulagsstofnunar segir meðal annars sú viðbjörn sem hér til umfjöllunar mun hafa óverulega áhrif á náttúruminjar en talsverð neikvæð á jarðmyndanir. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt samkvæmt reglugerð framkvæmdaleyfi númer 772/2012. Orðið er laust. Bara í fyrirspurn. Fyrirspurn úr sal. Gerir þessi efnistaka ekki ráð fyrir þá að Stapafelli verði bara horfið? Rétt. Eins og kemur fram í umhverfismatinu sem var unnið fyrir. Þannig að það hverfur úr augsýn, já. Og Súluta líka. Já. Og Súluta líka. You win some, you lose some. Orðið er laust. Ef ekki fleiri af hvað sé ljós, þá... Já, Páll Jóhann segur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er ekki hægt annað en að standi einn fulltrúi upp hérna á bæjarfulltrúi þegar verið að moka heilu fjöllunum hérna bara í burtu og eyða þeim. Hérna úr okkar landi, auðvitað sárt að horfa eftir Stapafellinu og Súlunum en mér skilst að þetta sé bara staðreynd að þessi kennileiti hverfi en ef við ætlum að halda áfram að byggja þetta land þá verðum við að taka einhver staðar efni og eins og
kom fram að þá er þetta búið að vera lengi aðal námurnar hérna á svæðinu og ekki viljum við svo sem að við förum að ráðast á einhver önnur fjöll. Þannig að það er ekki bæði sleppt og haldið, þannig að það er svona samt verð ég nú að segja að það er nú með trega að maður samþykir að láta farga þessum fjöllum og kennilutum. En þetta er í góðum tilgangi og hérna þannig að við verðum bara að ég allavega fyrir mitt leyti þá samþykki ég þessa fórn fyrir áframhaldandi uppbyggingu hér á Reykjanesskaga. Takk fyrir þetta, Páll. Orðið er laust. Það er svo sem hægt að taka undir það með Páli að það er ekki bæði haldið og sleppt, þannig að þetta er hagsmunamat. En ég ber þá tillöguna bara fram, veiting á framkvæmdaleyfi. Þeir sem henni samþykkir, gjöra svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. 9. mál. Hólmasund 2, umsókn og lóð. Erindi frá Pure Energy EHF. Í erindinu óskaði eftir lóð við Hólmasund 2. Lóðinni var úthlutað 2014 en hefur ekki verið sótt byggingarleyfi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að erindi verði samþykkt. Orðið er laust. Má ég spyrja Alma bara eitthvað sæti? Gjörðu svo. Hefur henni þá sjálfkrafa skila lóðinni? Já, óbúskil. Ég var ekki alveg viss að þeirra skipulagsnefndarfundurinn var haldinn en ég er búinn að kanna það. En hefur verið skil. Í fyrirspurn, getur þú sagt mér hver er tilgangurinn með þessu iðnaðarstarfsemi sem þarna fer? Hvað er það? Já, þeir eru að vinna lífrænan, eru að fara að framleiða lífrænt eldsneyti, svona lífdíselolíu úr hinum og þessum afgöngum og eins er það rannsóknarstofa líka fyrir þá þessu svipuðu starfsemi. Það er bæði að vinna þetta úr fiskafurðum og eins bara öðrum lífræn, það er hægt að búa til lífrænt eldsneyti úr öllu sem er lífrænt, bara mér þessum alls. Og það er það sem þeir eru að vinna í. Þeir eru með verksmiðju í Hafnarfirði og eru að selja hann og að koma hérna. Þetta er ekki mengandi iðnaður? Þetta er ekki... Sko, nei, ekki. Ég myndi ekki segja þeir eru alltaf háðir starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti og vinnueftirliti og ég myndi ekki segja að hann mengi eins og hefðbundin eldsneytisframleiðsla. Og ef svo væri þá þurfti mjög sennilega að fara í mat- og umhverfisstofnun. En nei, ég myndi ekki segja það. Auðvitað mengar öll starfsemi, bara að smíða verkstæði mengar. Ég er að tala svona, þú veist, verulega lyktarmengun eða eitthvað? Nei. Þetta er ekki hann gulvið sem er hinum meginn. Sem er hinum meginn? Með rannsóknarstofuna hana í... Hann er í Hafnarfirði, en á hana völlum þar sem. Eitt kannski bara úr sæti líka. Við höfum talað um það áður að þegar verið að sækja lóð undir iðnaðarstarfsemi að mann finnst vanta stundum í umsókninni og þegar verið að taka þetta fyrir að maður fái einmitt þessar upplýsingar. Smá lýsingu á áætlaðri starfsemi á svæðinu. Og nú erum við að skipuleggja lóðir eftir notagildi hvað er verið að gera á þeim og þú veist, við höfum rætt um að koma inn bara smá dálk í umsóknina. Alveg. Og mannstu alltaf bara þegar ég minnist á það. Þetta er örugglega í þriðja sinn. Ég skal bara afgreiða það. Takk. Það er sniðugt að hafa Já, það. það er góð. Þetta er hárrétt, sko. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp. Skipulagsnefnd leggur til við að þetta verði samþykkt að veita lóðina. Þeir sem eru því samþykkir, gjöra svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Aðeins dottið út úr svona, en þó ekki alveg út úr skipulagsmálunum. 10. mál, samþykkt embættisafgreiðslu skipulagsfulltrúa.
Þetta mál kom á fund hjá bæjarráði, fund númer 1148 og þar voru fundamenn sammála það að vísa því hérna til umræðu hérna í bæjarstjórn og þá bara segi ég að orðið sé laust. Hversu vil taka til máls? Má ég beða maður að útskýra það svona? Já, Ármann, þú myndir kannski bara koma hérna fá upp skjalið og fyrir bæjarfulltrúa, þannig getur farið yfir þetta, það eru spurningar. Það er hérna, já, ég þarf að rifja upp hverja voru breytingarnar sem síðast. Það var náttúrulega ekki verið gerð neinu breytingar sem þetta var tekið fyrir í bæjarráði, en við höfum, sko, það var aðeins, hvað maður segja, aðeins dregið úr hérna, hvað hefur að segja, hérna, sem sagt heimildur skipulagsfulltrúa til að fullklára mál. Og við förum niður á punktana, Jón, aðeins neðar. Og hérna, það sem var tekið úr þessari samþykkt var fært yfir í hérna, samþykktina sem við ætlum að fara yfir á eftir, sem er þá samþykkt skipulagsnefndar. Og ég kannski fæ að fara yfir það bara þegar við förum yfir þá hérna, samþykkt. Þannig að það eru einu breytingarnar á þessu. Það eru teknar 2 greinar úr þessu og færðar yfir í hitt. Og svo er tekin 1 grein út úr seinni samþykktinni sem við förum yfir á eftir. Þetta er í rauninni bara plagg, þetta er í rauninni bara mitt starfsplagg, hvernig ég á að vinna, hvernig ég á að taka mál fyrir og hérna, hvaða mál ég á að taka fyrir í nefnd og hvaða mál ég á að afgreiða sjálfur. Og svona, þetta eru svona minniháttar umsóknir sem eru að koma inn. Það er að vera að biðja lokun vega, myndataka, kvikmyndtökur og annað. Það sem er ekki verið að raska niður svæði en sko, kvikmyndatöku aðilar vilja yfirleitt fá leyfi frá sveitarfélaginu. Og svo svona minni landmótun og við skulum ekki gleyma líka flutningskerfi, hitaveitu, fráveitu og raflagna og annað sem að í rauninni þarf framkvæmdaleyfi fyrir. Og það hefur ekki tíðkast, hvorki hér né annar staðar kannski, að því sé fylgt nógu vel eftir og séu með skráð framkvæmdaleyfi. Og þetta á þá við okkar eigin framkvæmdir. Bara eins og núna þegar ég fær að sækja framkvæmdaleyfi fyrir lögnunum í Hólmasundi og hérna Víkurhópinu. Þá myndi ég reyna að afgreiða það sjálfur. Þannig að þetta eru svona, þú skróla aðeins meira niður, Jón. Stopp og fer aftur upp bara. Þetta eru þessi punktar og svo er þessi almenni texti meira svona um það hvernig ég hafa mínum málum og ég nota þá gæðakerfi byggingarfulltrúa einnig. Og þetta eru rauninni heimildirnar sem þið eru að veita mér. Ég held ég séum ekki lengur með trakkið inni, sko. Þannig ég get örugglega ekki svarað því alveg 100% hvað ég tók út. En ég sé það á plagginu eftir, hvað við færðum yfir. Þetta mál er búið að vera í vinnslu í svona 3 ár með hléum. Og hérna, þetta er gott tól fyrir mig til þess að styðjast við í mínu daglegu starfi. Það eru eitthvað fleiri spurningar kannski? Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef ég fæ með leyfi forseta þá ætla ég að taka aðeins saman þetta og næsta mál sem er samþykktir skipulagsnefndarinnar. Er það ekki þannig að svona samþykktir fyrir ekki um 2 umræður í bæjarstjórn?
Ég þarf að kanna það. Það á ekki um þetta. Er það ekki um stjórn og fundarsköp? Þá, eitt af sem ég er að spá í þessu, það er kannski ekkert í þessu sem að, þessu sérstaklega sem að stingum mig verulega. Mér finnst bara svo langt síðan þetta fór í gegnum fagnefndina. Bæði málin. 2015, þannig að ég er að velta fyrir mér, og því að búið að vera svona lengi í vinnslu, er ekki betra að nefndin aðeins fresta þetta upp, hvort það sé allt saman í orðin og klára þetta svo. Nefndin fái að fjallum þetta á einu fundi, þannig að þetta sé alveg eins og best við getum, því að ég efast við þurfum að taka þetta mikið upp. Ég veit ekki alveg hvort það hefur tafist í svona langan tíma. Kannski einhverja ástæð fyrir því sem að ekki liggja á borðinu. Mér hefði betra að vísast nefndarinnar bara til yfirlestrar, til að láta sé allt í orðin og klára þetta svo á næsta bæjarfundarfundi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Ég er sjálfur á mælendaskrá. Ég ætla að taka undir með Guðmundi. Ég held að þetta hafi verið síðast 2015. Búið að liggja. Ég fór aðeins yfir þessi mál með okkar fólki úr skipulagsnefndinni. Og ég tek alveg undir það með þér, Ármann. Það er þarna fullt af hlutum sem eru alveg sjálfsagðir og eru góðir fyrir þig að geta afgreitt á þess að vera að þvælast mikið með þá til nefndarinnar. En ég ætla samt að taka undir orð Guðmundur og ég hefði viljað að þeir fari bara einu sinni yfir þetta grundigt, þannig að við höfum þetta, að það séu allir meðvitaðir. Hérna, orðið er laust og Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef við skjáttlast ekki, þá erum við búin svo lengi að afgreiða þetta út af því að í öll skipti sem við höfum tekið þetta fyrir hérna hafa komið athugasemdir frá Sjálfstæðisflokki að þarna sé of langt gengið, að vilja draga úr en samt ekki skýr skilaboð hvað það er nákvæmlega sem þeim líkar ekki. Og nefndin er búin að taka þetta fyrir, ég var að reyna að fletta það upp núna fljótlega, ég get ekki séð hvernig það var síðast. En hún er búin að vinna í þessu oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og mér langar að segja að síðast þegar við tókum þetta fyrir þá hafi ákvörðunin verið að nú væri það bara bæjarráðs og bæjarstjórnar að klára þetta út því að það gengi ekki að skipulagsnefnd verið alltaf að fá til sín aftur og að vinna áfram mál sem að greinilega bæjarfulltrúar í bæjarstjórn hafa mikla skoðun á en get ekki kannski komið því skýrt að framfæri hvað það er sem er vandamálið inn í þessum samþykktum. Þannig að við hefðum getið verið löngu búin að afgreiða þetta nema væri ekki fyrir fulltrúa meirihluta sem eru ósáttir með þetta. Við erum oft búin að ræða þetta en kannski aldrei komið skýrt fram hvað það nákvæmlega er sem er að í þessu. Takk fyrir það, Marta. Páll, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að taka undir með Mörtu að ég hélt nú reyndar að við værum löngu búin að afgreiða þetta mál. Þetta er búið að vera svo lengi að þessi framkvæmda leyfi, þessi smáu framkvæmda leyfi sem það er náttúrulega ekki hemja að það þurfi alltaf að bíða til bæjarstjórnarfundi til þess að samþykkja einhverjar framkvæmdir. Eins og talið var upp, loka einhvern götu innan við 24 tíma út af einhverjum. Þannig að einhvern tíma verða menn að taka á skarið og ef menn get ekki bent á okkur að galla á þessu, þá skil ég ekki hvað menn vilja fresta þessu máli endalaust. Það er nú búið að tína eitthvað út og við langar kannski að spyrja Ármann að því. Það er búið að taka eitthvað út eftir einhverjum óskum sem einhverjar afgreiðslur. Þannig að það er búið að vera að draga úr þessu valdi sem við verið að færa
sviðsstjóra. Þannig að hérna, kannski bara svona rifju upp hvað er búið að tína út og hérna, og mér finnst nú ef að menn geti ekki bent á okkar fleira sem verður ósáttir við í þessu að þá verður mann bara annarkvort að greiða atkvæði með þessu eða á móti. Já, menn vilja þetta ekki, þá verða menn að vera skýrir í því bara og þeir vilja þetta ekki. Þeir vilja bara hafa sama háttin á og pólitíkusar séu að ráskast með þetta eitthvað. En það er ekki til neins að vera að fresta þessu. Það er búið að taka eins og fram hefur komið meir en nógan tíma. Þannig að það verður bara einhvern tímann að hérna, taka á skarið í þessu og annarkvort eða. Það er ekki hægt að vera vísa þess í nefnd og guð maður vita hvað. Þannig að ég mæli nú bara með því að við bara greiðum bara atkvæði, annarkvort vilja menn þetta ekki. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Kristín María. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo sem sársaukalaust að minni hálfu að nefndin fái þetta aftur eftir að hafa ekki farið yfir þetta í 2 ár. Ég skil hins vegar það sem að Marta var að benda á að við höfum verið að taka þetta svolítið, það er svolítið síðan að við tókum þetta fyrir, en ég held að við þurfum líka að muna að skipulagsmálin eru mjög stór málaflokkur í Grindavík eins og við sjáum bara á dagskránni. Þannig að 1 mánuð til eða frá fyrir reglur sem að koma til með að standa í einhver tíma finnst mér allt í lagi. Ég hef ekkert sérstakt við þar að athuga, en fyrir mitt leyti finnst mér sársaukalaust að skipulagsnefndin fái þetta einu sinni enn til yfirferðar og við tökum þetta þá fyrir á septemberfundinum. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er óeðlilegur dráttur á afgreiðslu þessa máls. Það er alveg kristaltært og þess vegna hefði ég viljað að nefndin færi yfir þetta til þess að hvort það sé eins og nefndin vill hafa þetta. Það þarf ekki að kosta mikið tíma. Það er 1 mánuður. Nefndin fundar á milli fundar hjá bæjarstjórn. Því legg ég til að þessu verður vísað til yfirferðar í skipulagsnefnd og tekið svo síðan aftur hér fyrir. Það er rétt sem komið þið fram að það er búið að sníða af þessu ýmsa agnúa. Í fljótu bragði sé ég þarna sem að stingur í augu. Mér finnst bara þessi dráttur á afgreiðslu málsins kalla á það að nefndin fari aðeins yfir þetta og vísist til okkar aftur. Takk. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var 22. mars í fyrra sem að skipulagsnefnd afgreiddi þetta frá sér. Þannig að það er bara það sé á hreinu, það var á síðasta ári. Í afgreiðslu bæjarstjórnar eftir það lagði forseti til að afgreiðslu málsins væri frestað. Þetta var samþykkt samhljóða. Það var forseti sem lagði þetta fram, þess að var ekki vísað aftur til nefndarinn þá. Ég rifjað upp fyrir mér af hverju þetta var frestað. Þetta var 31. mars á síðasta ári. Rifjaði upp fyrir mér af hverju þessu var frestað þá, þess að var ekki vísað aftur í áframhaldi vinnslu í nefndinni þá. Rifjum þetta aðeins upp og verðum með málinu á hreinum áður en við höldum áfram að draga þetta mál á óþörfu. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Páll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Já, það væri nú gott að menn færi að rifja þetta upp og hefur kannski átt að vera búin að því fyrir fundin. En ég er sammála Guðmundi, þetta er óeðlilegur dráttur á þessu. En af hverju er hann? Af því að Guðmundur Pálsson er bara á móti þessu búinn að vera frá upphafi og hefur náð að draga þetta svona lengi. Þennan óeðlilega drátt á þessu. Hann á hann bara einn og stuttur. Reynda stuttur af meiri hluta þessarar bæjarstjórnar. Þannig að það er bara eina skýringi sem ég hef á þessum drætti. Skipulagsnefndin er búin að afgreiða þetta og býður bara eftir að bæjarstjórn afgreiði. Og ætlum við þá að fara að vísa þessu aftur til nefndar af því að við erum búin að það er búin að taka okkur svo langa tíma að afgreiða þetta. Það er bara að því við erum búin að gleyma þessu og láta nefndina rifja þetta upp. Þetta er náttúrulega alveg fáránlegt, það er ekki hægt að bjóða nefndafólki upp á þetta. Það er eins og sé nú ekki nóg að gera hjá þessari nefnd hjá okkur hérna að þurfa að fara að taka þessi mál aftur og aftur upp. Af því að við drullumst ekki til að klára það hérna í bæjarstjórn. Af því að við erum ekki búin að afgreiða það svo lengi að þá vísum við þessu bara aftur í. Þetta er alveg fáránlegt. Afgreiðum bara máli. Þeir sem eru á móti, þeir bara greiða atkvæði á móti. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hvaða aðdróttanir eru þetta frá Páli? Eins og Marta sagði hér áðan, þá var þetta frestað með öllum greiddum atkvæðum í bæjarstjórn. Það var ekki flóknara en það. Þannig að það hefur gleymst svo afgreiðsla fljótt í huga Páls. En það er, eins og Páll sagði, óeðlilegur dráttur á málinu og þess vegna vil ég nefndin fara yfir þetta. Það er ekkert annað sem býr þar að baki. Það er ekkert eðlilegt að þetta býði í þennan langa tíma sem það hefur gert. Hverjum svo sem við erum að kenna. Það ætla ég ekki að fullera hér. Og það er ekkert verið að svæfa máli í sjálfur. Það er bara verið að fá nefndin til að fara yfir þetta hvort það sé eftir þennan langa tíma að nefndin sé sammála þessu og klára það svo. Við erum að tala um mánuð. Ég hef fulla trú á því að skipulagsfulltrúinn kláriðum það máli í gegn. Takk. Það er Guðmundur. Orðið er laust. Ég var nú sjálfur á mælendaskrá. Ég held við getum alveg sammælst það að fari málið núna frá okkur í nefndina. Við vísum því tilbaka til loka yfirlits. Málið þeirra fór síðast og þá bara dagaði það eitthvað uppi og menn er að samþykkja og heldur að vera búin að samþykkja. Þú sagði það sjálfur, Páll. Við vissum ekki hvar málið væri almennilega statt. Eitthvað, þetta er búið að vera núna að verkjast í, eins og skipulagssviðsstjóri segir, í 3 ár. Eina sem við erum að biðja núna, getum við sett þetta yfir í nefndina, erum við bara með plaggi bara gott. Og þá bara samþykkjum við næsta bæjarstjórnarfundi. Það ætti ekki að taka mikinn tíma. En það er líka svolítið óþægilegt að hvað gerðist á milli funda, hvaða greinar voru teknar út. Mér fannst vantaði í gögnin á mér, highlightið á það sem var tekið út og hverju var breytt og af hverju var því breytt. Svona bara til umræðu. Páll, þú spurðir að þessu áðan og þannig að ef það var lægi fyrir að hvað hefði verið breytt á milli funda, að það hefði verið mjög gott að sjá það frá fyrri. En orðið er laust. Páll. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, já, það er svo sem ekki 100 hektur en þó þetta frestist 1 mánuð. En það er bara góður sigur að vera ekkert að bíða með það til morgun sem þú getur gert í dag. Það er alltaf hægt að fresta málum. Og mér er bara spurt, hvað er breytt síðan að nefndin afgreiddi þetta frá sér?
þessar breytingar sem ég er að tala um og var að spyrjast fyrir það var, ef ég skil máli rétt, það var áður en að nefndin afgreiddi þetta. Það er engar breytingar búin að vera síðan að nefndin afgreiddi þetta frá sér. Ég man ekki af hverju þessu var samhljóða fresta, það var bara ábyggilega af sömu tillitssemi og farið fram á núna að fresta þessu í 1 mánuð. Það var ekki 100 hettunni. En það voru einhver rök sem að mæltu með því. Mér langar bara að spyrja svona áður en að við vísi þessu frá háttvirtir fulltrúar, hvað er breytt síðan að síðan nefndin afgreiddi þetta frá sér? Og ef ekkert er breytt, hafa nefndamenn þá skipt skoðun eða hvað rök liggja á bak við því að vísa máli til nefndar sem að sömu nefndar og afgreiddi málið. Bara illa gert og farið yfir þetta aftur. Hvaða skilaboð er í því? En ef þið vilja hafa það svoleiðis, þá bara gerið það. En ég tek ekki þátt í því. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Sjálfur, já, Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að fara í gegnum söguna og reyna að skoða þetta. Mér sýnir nefndin samþykkti þetta 1. febrúar 2015. Þetta fer til bæjarráðs sem tekur þetta fyrir tvisvar, vísar þessu aftur til nefndarinnar, síðan fer þetta til bæjarstjórnar sem vísar þessu til nefndarinnar og svo aftur til bæjarstjórnar þar sem þessu er svo frestað og án þess að vísa þessu 1 né neitt að allavega sérstu afgreiðslunni. Ég finnst bara, nefndin er búin að fjalla þetta ítrekað og bregðast við athugasemdum sem hafa komið. Ég sé bara ekki nægilega rök til að vera að halda áfram að draga þetta mál. Sama tíma að vera hvert yfir að mál sé að dragast og svo að draga meira. Þannig að ef að niðurstaðan er sú að þetta er að ekki vera að fara að samþykkja þetta núna, þá vil ég fá fundarhlé áður en gengið til atkvæðagreiðslu. Orðið er laust. Ég setti sjálf mig á mælendaskrá. Það sem er búið að liggja í okkar máli, þetta var síðast til umræðu fyrir löngu síðan. Hvort eitthvað hafi breyst eða ekki, þetta er ekki smá mál, skipulagsmáli. Heimildirnar eru rúmar. Það sem við vildum, það er alltaf grunnað með eitthvað plott eða hitt eða annað í gangi. Ef við ekki bara hafa þetta á beinu. En hvað er þetta nauðsynlegt ef þetta búið að velkjast í 3 ár? Ég hef bara alveg sagt það hér, það sem er verið að fara fram á, það er lokað yfirferð í þetta í nefndinni. Ef að menn eru algjörlega sammála þar og orðalag er í lagi, þá bara kemur þetta inn á næsta bæjarstjórnarfundi með bara tilvísun frá nefndinni að þetta sé bara samþykkt. Og það hefur kannski ágætt að vera, Marta, þú vitnaðir í söguna á þessu, en þetta var nú komið, ég viðurkenni það, ef rétt er með farið, þá er þetta mikið fram og tilbaka. En það hefur verið gaman að sjá líka breytingandi sem voru gerðar á milli funda og kannski ástæðu... Þú getur flettið öllu upp. Já, og ástæðu þess að málið var sendt aftur, sí og njæ, en í einhver tilfellum voru allir bæjarfulltrúar sammálið að senda það tilbaka. Ekki er það Gummi eða Sjálfstæðisflokkurinn. Ekki senda það tilbaka, bara frestað. Já, frestað. En af hverju þegar þið frestað, var tiltekinn tími sem að tala að fresta því? Bara til að fresta því þarf það að taka því upp í nefndin. Það er eitthvað sem að menn voru kannski ekki sátti við. Því var ekki vísað til nefndar. Nei, var því bara frestað og ókomna tíð. Ég skal bara viðurkenna, Páll, ég er ekki alveg undirbúinn undir þessu umræða hvenær það var og hvernig það var. En orðið er laust. Búin að áskast fundarhlé, Já. bara ítrekað ósk. Þá skulum við bara gera stutt fundarhlé. Er komin til það,
Við höldum áfram. Það var tekið stutt fundarhlé til að hafa komið fram að vísa málinu til nefndar og í framhaldi því að beðið fundarhlé og mælendaskrán svo sem ennþá opin og Marta gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar B- og S-lista vilja leggja fram eftirfarandi bókun sem verður svo sent á aðila hér inni. Fulltrúar minnihluta B- og S-lista lýsa yfir undrun sinni með að málinu sé enn og aftur vísað tilbaka til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd hefur tekið máli fyrir að minnstakosti 7 sinnum síðan í mars 2015 og hefur bæjarráð og bæjarstjórn fjallað málið í það minnsta 3 sinnum á sama tíma. Síðast þann 21. júní síðastliðinn þar sem bæjarráð samþykkir að vísa málinu til bæjarstjórnar. Að vísa málinu aftur til nefndarinnar án rökstuðnings um hvað betur mætti fara er ekkert annað en leikur til þess að draga afgreiðslu málsins enn frekar. Já, takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það á greinilega frestað þessu máli ennþá lengur. Það er óeðlilegur dráttur á þessu í dag. Hvað verður þá sagt eftir mánuð? Velti fyrir mér með þessa nefnd sem er nú sem er mjög störfum hlaðin og mörg mál sem þessi nefnd þarf að fara í gegnum og fara yfir. Mikil vinna. Velti fyrir mér hvort þetta sé vantraust á þessa nefnd eða formann hennar. Ég set mig aðeins í spor formannsins sem að fær þessa tillögu í hendurnar aftur. Hvað myndi ég gera við þessa tillögu? Það er enga breytingar, það er ekkert búið að reyna á hana eða neitt. Myndi ég láta hana fara í íslensku fræðing og fara yfir hana eða breyta orðalagi? Hvað á blessaður nefnda formaðurinn að gera við þessa tillögu? Að fá hann aftur upp í hendunar, vera búin að marg afgreiða hana. Þannig að mér þætti nú gaman að heyra greinilega í þeim bæjarfulltrúa sem er á móti þessu og búin að tefja þetta óeðlilega mikið og ætla greinilega að tefja þetta lengur. Það sem fulltrúi meirihlutans í bæjarráði báðir fulltrúar bæjarráðs í rauninni samþykkja þetta og fela bæjarstjórnar fullar afgreiða. En svo kemur hérna bæjarfulltrúi sem er greinilega á móti þessu og ætlar að fresta þessu ennþá lengur. En mér þetta gaman að heyra til hvers þeir ætlast af blessuðum nefnda formannum og hvernig hann á að afgreiða þetta. Til hvers ætlast þeir til á hann. En annars bara frestast þetta 1 mánuður og verður ennþá óðurlegra fyrir vikið og það er svo sem ekki, það deyr enginn. En að vera búa til og bæta vinnu á þetta blessaða nefndafólk sem er störfum hlaði, mér finnst það alveg fáránlegt og í rauninni lítilsvirðing við. Takk fyrir það, Páll. Og orðið er laust. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Líka þetta tala ég hefði viljað sjá þetta, ég hefði viljað fá betri gögn. Bara að það komi skýrt fram að öll þessi gögn eru aðgengileg hjá okkur í fundarkortinu. Ástæða því sem eins og komið fram að þetta frestar er að athugasemdir hafa komið aðallega frá fulltrúum Sjálfstæðisflokks. Það brugðist hefur verið við þessum athugasemdum og ákveðið að fara í rauninni bara algjörlega eftir því sem hingað til hefur verið bent á. Og
ef þú ert með athugasemdir út í mál þá hlýtur þú að hafa líka yfirsýn yfir það hvaða athugasemdir eru gert og hvort það er búið að bregðast við því. Það hefði líka verið algjörlega sársaukalaust þegar við tókum þetta fyrir í bæjarráði í júní að segja nú því þá var ákveðið því að bæjarráð hefði alveg getað klárað afgreiðsluna þá en ákveðið var að vísa þessu til bæjarstjórnar og þá er í rauninni bæjarráð að segja að þetta mál er tilbúið til afgreiðslu bæjarstjórnar. Ef tillaga hefði komið fram þá þegar út af því að í millitíðinni hefur skipulagsmenn funda allavega einu sinni ef ekki tvisvar. Þau geta komið fram í tillögum þá að vísa þessu einu sinni enn í yfirferð. Það er líka sum mál sem er þess eðlis að ef þau dragast yfir tíma þá geta aðstæður breyst og þá er eðlilegt til að fara sig yfir málun aftur til að sjá hvort þau í rauninni standist tímans tönn. En ég sé það bara ekki í þessu máli og ég skil ekki af hverju þessi tillaga kom þá ekki fram í júní. Takk fyrir. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Sjálfur er ég á mælendaskrá. Ég mun einungis segja þetta einu sinni. Við töldum eftir bæjarmálafund í gær, eftir að við ræddum við okkar fulltrúa í skipulagsnefndinni. Við inntuðum að því hvort það væri eitthvað, okkur fannst engil hvað málið hefði dregist mikið. Okkur ekki kunnugt af hverju það kom upp núna meðan að bæjarstjórn var í fríi og ég var einn af þeim sem vísaði því til bæjarstjórnar. Eftir bæjarmálafundin í gær þá spurði ég, erum við á hreinu, er þetta plagg bara mjög gott og til að fara í gegn? Já, ég held það, það var bara komið svolítið reka á þetta. Það er engin ásetningu hér en að halda þessu máli frá. Það sem við erum að biðja hérna bara ósku kurteislega án bókana og þvarsum það að fá að fresta þessu mánuð að það sé allavega fersk auga fara yfir það núna og þá verður það bara til umræða næst. Þetta er einn mánuður, þetta er búið að vera að verkjast í 1, 2, 3 ár. Það er engin feluleikur með þetta. Allir bara varinn góður, þetta er ekkert öðruvísi. Við skiljum mæta vel að það eru þarna inni heimildir sem eru skipulagsfulltrúa nauðsynlegar. Við erum ekki íþyngja skipulagsnefndinni og ef Páll, þú hefur áhyggjur af heilsu formannsins yfir þessu máli, þá var hann nú bara svolítið saman okkur. Við ræðum með okkar fólki í nefndinni og það hefur aldrei verið hjá okkur að gera lítið úr nefndarfólkinu okkar. En þegar við vorum ekki alveg viss hvort þetta væri svona eða hinsegin, þá vildum við dusta rykið af því. Það er eina sem liggur til grundvallar. Ég fullviss ykkur það og þetta kemur inn eftir mánuð. Þið væntanlega nótir eftir því hvort það muni breytast frá núna og þangað til. En það kemur ljós, eini yfirferði viðbót og fá þetta fest inn, en þá er ég ekki að tala um að poppi síðan upp næsta vor. Göngum bara í þetta mál. Skipulagsnefndin fær þetta, bara loka yfirferð og tekið þá strax fyrir í bæjarstjórn. Það er ekkert annað sem liggur til grundvallar. Orðið er laust. Páll Gjörsvei. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já það kannski má upplýsa okkur hérna bæjarfulltrúana hérna kannski meira hvað gerist á þessum bæjarmálafundi á Sjálfstæðisflokknum í gær. Þar sem forseti bæjarstjórnar hefur verið að ræða við formann nefndarinnar og þeir sammála að vísa þessu aftur til nefndarinnar. Ég myndi nú halda þá getur menn bent á hvað þarf að skoða betur. Ef að nefndarformaðurinn er að óska eftir að fá þetta til sín aftur, að þá eru væntanlega út af einhverju, það eru væntanlega einhverju rök fyrir því. En það er bara það sem við höfum verið að biðja um. En ef hann hlýtur að vita sjálfur, formaður nefndarinnar, hvað hann ætlar að skoða og hvað betur maður að fara, hann hefur væntanlega upplýst á forseta bæjarstjórnar það og bæjarmálafundi Sjálfstæðisflokksins, en þó að við líki upplýsa okkur það hérna. Þannig að hann fresti þessu bara og leyfi formannum að fara betur yfir þetta. Ég geri það bara. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem hafa kvætt sem hljós að þá ætla ég að bera þetta liggur hins vegar saman 10. og 11. málið. Það er að segja samþykktum embættisafgreiðslur og frá skipulaginu samþykkt. Það er tillaga frá okkur
að vísa þessu aftur til skipulagsnefndar og þetta verði komið síðan til afgreiðslu bæjarstjórnar af einni yfirferð þar fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Þeir sem eru sammála því að vísa málinu aftur til skipulagsnefndar, gjörðu svo vel rétt upp hönd. Einhverjir á móti? 3 á móti. Nú, við höldum áfram. 10. og 11. það er 12. mál. Framtíðarsýn aukna húsnæðisþörf leik- og grunnskóla. Er þetta ekki sikkvort málsnúmerið? Ertu að tala Við vorum að fjalla embættisafgreiðslu skipulagsfulltrúa á mál 10. Já, jú, það er rétt, þetta eru 2 mál. Við erum búin að afgreiða mál 10. 11. mál, orðið er laust. Liggur þá til að fyrir líka Að fresta því og vísa þetta til nefndan. Ég sagði það upp það í nefndinni. Ef það er misskilningu, ekkert mál. En orðið er laust einnig við þeim lið. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í fundarhlénu þá fór ég inn á YouTube og reyndi að finna umræðina þessi mál bara þegar þetta var síðast tekið á bæjarstjórnarfundi. Og þá sé ég líka að ég sat ekki þann fund og mann þess vegna ekki alveg eftir umræðum á þeim fundi. En þetta var langur fundur og ég bara gafst ekki tími til að ná að finna þetta og flett upp umræðinum en ég mun gera það fyrir næsta fund. Ég hef hins vegar oft tekið þetta mál fyrir bæði í skipulagsnefnd og í bæjarráði, bæjarstjórn. Og ég man alveg eftir því að hafa sagt út því að nú er formaður skipulagsnefndar líka fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. En ég hef líka sagt, ef þetta vísir sig aftur, verið þá með skýr skilaboð. Tökum þetta skýrt fram hvað það er, hverja breytingu þið viljið fá, hvað er að og hvað þarf að gera. Skipulagsnefnd hefur alltaf samþykkt þetta samhljóða, þessi bæði mál. Við erum mjög sammála afgreiðsluna og þau drög sem lögð hafa verið fram. Þannig að ég vona það þá bara ef það er, ítreka bara enn og aftur, ef það er eitthvað sem það er ósátt við, komið skilaboðum þá á framfæri við ykkar formann, við ykkar fulltrúa í nefndunum, þannig að það sé hægt að vinna á uppbyggilegan hátt að framgangi mála. Þetta hringli ekki svona fram og tilbaka. Og með við umræðinu og rökin sem hafa komið fram fyrir frestun á þessum málum, þá erum við eingöngu að fresta þessu út því að bæjarfulltrúar eru illa undirbúnir, hafa ekki farið yfir gögnum hvorki fyrir síðasta bæjarráðsfund eða núna fyrir bæjarstjórnarfund og eiga bara að vinna vinnuna sína aðeins betur. Takk. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að ítreka það sem ég sagði áðan. Það er sársaukalaust af minni hálfu að við látum þetta aftur fyrir nefndina og tökum þetta síðan til loka afgreiðslu á bæjarstjórnarfundinum eftir mánuð. Ég tek það ekki til mér en ég hef ekki lesið gögnin fyrir þennan fund og við erum margoft búin að fara yfir þessar reglur. En eins og ég segi þá er þetta sársaukalaust af minni hálfu. Ég held að sé ekkert eitthvað í pokahorninu sem við þurfum að óttast en við erum að fjalla skipulagsnefndina og við erum að fjalla þau mál sem eru hvað mest í vinnslu hjá sveitarfélaginu. Þannig að ég held að það þurfi enginn að líða fyrir það, allavega ekki stórkostlega, að við tökum þetta fyrir eina ferðin enn og vonandi í síðasta skipti. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Marta, gjörðu svo vel. Fulltrúar minnihlutans, forseti ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar minnihlutans óska eftir að leggja fram eftirfarandi bókun.
Fulltrúar minnihluta BOS-lista lýsa yfir undrun sinni með að málinu sé enn og aftur vísað tilbaka til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd hefur tekið málið fyrir að minnstakosti 7 sinnum síðan í mars 2015 og hefur bæjarráð og bæjarstjórn fjallað um málið í það minnsta 3 sinnum á sama tíma. Síðast þann 21. júní síðastliðinn þar sem bæjarráð samþykkir að vísa málinu til bæjarstjórnar. Að vísa málinu aftur til nefndarinnar án rökstuðnings um hvað betur mætti fara er ekkert annað en leikur til þess að draga afgreiðslu málsins enn lengur. Takk fyrir það, Marta. Nú orðið er laust. Ef það er ekki fleiri, þá þeir sem er samþykkið því að vísa 11. málinu samþykkt skipulagsnefndar aftur í nefndina, þeir sem er því samþykkir, gjör svo rétt upp hönd. Það eru 4 atkvæði. Þeir sem eru á móti, það eru 3 á móti. Þá er... Má ekki einu spurningu milli mála áður en Ármann fer. Gjörðu svo vel. Myndaðarskipulagið ekki vera á dagskrá þessa fundi? Nei, ég var beðinn að sleppa því. Við óskuðum eftir að þeir tekið út. Má ég halda áfram? Já, mér finnst samt mjög óeðlilegt. 12. mál. Framtíðarsýn aukna húsnæðisþörf leik- og grunnskóla. Það eru bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins og ósk eftir umræða málið. Orðið er laust. Ásson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er við hæfi að ég hefði þessa umræðu þar sem að það var að okkar beiðni að þessi umræða yrði tekin hér í kvöld. Í upphafi fundar þá samþykktum við að hefja vinnu við gatnagerð í Víkurhópi og eins og fram kom í því máli þá má gera ráð fyrir 60 til 70 íbúða einingum í því hverfi. Í ljósi þess að fyrir séðar fjölgunar íbúa í Grindavíkurbæ er nauðsynlegt að tryggja að sveitarfélagið geti boðið upp á grunnþjónustu sem því ber skylda til, að uppbygging innviða fari fram samhliða lóðaúthlutunum. Mér langar aðeins að fara aðeins yfir stöðuna. En staðan í dag er þannig að grunnskólinn er þéttsetinn og þörf er á að huga að aðgerðum hvernig brugðist verður þar við. Í upphafi skólaárs jókst til dæmis nemendafjöldi 30 nemendur milli skólaára. Það var fyrirséð fjölgun í 1. bekk en það bætti sem sagt fjöldi við, rauninni helmingaði svo tala. Það voru 15 fyrirséð fjölgun nemenda í 1. bekk voru 15 nemendur og við þann fjölda bættust allavega 15 nemendur. Ég hef staðið hér áður og talað um þröngan húsakost í Hópskóla. Ykkur til upplýsinga stunda nú 160 nemendur náma í yngsta stigi. Fyrir 2 árum voru nemendur stigsins milli 120 og 30. Það eru 100 börn skráð í skólasel eða heilsdagsskóla en aldrei í sögunni hefur slíku fjöldi sótt þar vist. Það gefur augaleið að þessar 100 nemendur þurfa að nýta húsnæðið og vissulega er gott að nýting húsnæða sé sem best. En á móti kemur að þá minnkar vinnuaðstaða starfsfólks sem er ekki sérlega góð núna en ég ætla ekki að ræða það nánar hér enda er það aðbúnaður barna sem skiptir öllu máli. Snúum okkur nú að leikskólanum. Það er sem sagt að samkvæmt úthlutunarreglum Grindavíkurbæjar þá á það að vera tryggt að börn 18 mánaða aldur fái leikskólapláss. Foreldrar verða að treysta á líka dagvistunarhúsnæði, úrræði, ætlaði að segja fyrir geði hér og í öðrum sveitarfélögum. Á þessari stundu eru einungis 2 starfandi dagmæður en vonandi hefja aðrar 2 störf
fljótlega núna í september. Þó svo við höfum vissulega lagst í vinnu til að efla daggæslu, þá hefur því miður ekki náðst að leysa þann vanda. Og okkar upplifun er bara að vandinn hann eykst. Nú, samkvæmt 4 ára fjárhagsáætlun sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar 29. nóvember 2016 eru einu aðgerðirnar sem gert ráð fyrir að fara verði í er sem sagt svo að sett verður upp ein eining af bráðabirgða húsnæði við Hópskóla árið 2019. Í ljósi breyttra aðstæðna er nauðsynlegt að endurskoða þá fjárhagsáætlun. Við samþykktum að skipaður yrði starfshópur sem átti að skoða húsnæðisvanda leik- og grunnskóla. Hópurinn skilaði þessi skýrslu sem tekin var fyrir í fræðslunefnd og mig langar að lesa bara bókun fræðslunefndar frá fundi 7. nóvember 2016. Lögð fram greinargerð starfshóps framtíðaráætlun hvernig verði brugðist við fjölgun nemenda með tillögum hópsins ásamt fylgiskjölum. Fræðslunefnd telur að í greinargerð starfshópsins komi fram góðar og framkvæmanlegar hugmyndir til framtíðar. Gera það ráð fyrir fjármagni til viðbyggingar og hefja undirbúning að stækkun Hópskóla svo hægt verði að bregðast við auknum nemendafjölda í grunnskóla á næstu árum. Mikilvægt er að ráðast í aðgerðir sem fyrst. Mikilvægt er að hrinda af stað því ferli sem þarf til að tryggja auki varanlegt leikskólahúsnæði í sveitarfélaginu innan 5 ára. Meðal annars með því að stækka lóð við heilsuleikskólann Krók. Fræðslunefnd þakkar starfshópnum fyrir vel unnin störf. Við hefum ekki rætt sérstaklega innihald þessara skýrslu. Það er ekki skammtíma vanda að ræða. Rökin eru fyrirsjáanleg íbúafjölgun, þrengsli í grunnskólunum, biðlistar á leikskólum og skortur á dagplássum. Ég myndi segja að forsendurnar eru breyttar og þörfin er bara enn meiri. Og við þurfum að ræða það hér. Hvernig ætlum við að gera þetta? Boltinn er hjá okkur, hérna bæjarstjórn. Og mér finnst við ekki geta lyft öxlum og segja að næsta bæjarstjórn taki málið. Mér finnst það ekki ábyrgt, en ég vonast eftir bara góðum umræðum. Takk. Já, takk fyrir það, Ásrún. Nú orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bara byrjaði að þakka fyrir að þetta mál sé tekið fyrir því að ég er sammála því sem hefur komið fram í máli Ásrúnar. Það er að þrengja að bæði í leikskólum og í grunnskólanum og nemendafjöldin núna skilst mér að sé 500 og ég held að sé líka rétt að þetta er ekki skammtíma vandi og við þurfum að bregðast við vissulega og það er spurning hvað gerum við. Það kom fram ítarleg greinargerð frá starfshópnum sem þú ræddir í upphafi máls sem að vann bara flott og fínt starf og þau voru líka með tillögur aðgerðir og ég er sammála því að við erum að fara að hefja fjárhagsáætlunarvinnuna okkar og það er rétt að þú bentir á það að í áætlunin okkar til næstu 4 ára að þá vorum við með viðbót við Hópskóla og jú, það verður vissulega líka á könnu næstu bæjarstjórnar þar sem að það er ekki ár til næstu kosninga að halda áfram með þessi skólamál. En ég get alveg tekið undir það að við þurfum að bregðast við og það er vettvangurinn núna þegar við förum að skipuleggja fjármagn til næstu 4 ára í hvað það á að fara. Við náttúrulega erum með verkefni í gangi sem að við væntanlega höldum áfram með og það er alveg rétt og ég hef sagt það sjálf að við erum að deiliskipuleggja húsnæði og það er að fjölga í sveitarfélaginu og þá þurfa innviðir bæjarfélagsins líka að geta tekið á móti og við þurfum að geta sinnt okkar þjónustu sem er að útvega börnum leikskólapláss og sinna skólaskyldu nemenda
og það bara flott að við fáum þessu umræðu núna upp á borðið og getum skipst á því hvað okkur finnst. Viljum við fara einhverja leiðir sem að lagðar eru til í greinargerðinni eða eitthvað annað, hvað best að gera. En já, ég tek bara undir það og held að við ættum að skoða það, hvort að það sýnir sig reyndar í þessari samantekt að eins og staðan er núna þá mun, þetta er náttúrulega greinargerð sem tekur mið af því hvernig íbúaþróunin er. Við vitum náttúrulega ekki hversu margir að flytja til Grindavíkur eða hversu margir ákveða að flytja í burtu. Það er bara óvissu, það er náttúrulega bara óvissa með það, en okkur er að fjölga og þetta er ekki skammtíma vandi. Þannig að já, ég held að hlakka bara til að heyra í fleirum. Takk. Það Kristín María. Sjálfur er ég á mælendaskrá og þá Marta og Guðmundur. Já, herðu, ég fagna þessu. Það er alveg klárt mál að við þurfum að bregðast við. Stækkandi bæ og við svo sem gerðum okkur alltaf grein fyrir því. Enda lagt að ráðinn að í fjárhagsvinnunni framundan þá erum við að fara að skoða þá möguleika. En við náttúrulega tökum þetta með þeim merkjum að við verðum að meta íbúafjölda, nemendafjölda og það er gott að þú myndist á það á svona að aðbúnaðast kennara eru samt, þú talar aðalega að börnin, sammála þar, en það eru líka starfsmenn í skólunum og það þarf líka hug út frá því. Þannig að ég held að við séum öll að tikka þarna og ég vil bara benda á að í þeim öldum sem við lentum í sambandi dagvistun og þar, þá var nú bara tiltölulega góð samvinna hérna á bæjarráði og það var hlaupið til og reynt að fá fólk og það var bætt við fé til þess að fólk tæki börnin heim og ef það gekk illa þá reyndum við að skaffa húsnæði sem og tókst. Við fengum þarna húsnæði og ákváðum að ýta undir það, þannig að við erum að mæta þessum vaxtarverkjum. En betum á að duga skal og við erum líka löngu farin að hugsa til þess að við þurfum að skoða þessa möguleika alla með framtíðina. Það er bæði með hópskóla og eins og með leikskólana. Við þurfum bara að finna góða leið út úr þessu og það er engin börn, við miðum við 18 mánuði, það er engin börn sem að sitja úti, það er ennþá eftir pláss eða alveg við. Á svo minnst á þéttsetni skólar, ég er sammála því, þegar það á nú kannski að vera eitthvað rýmur en það, en þeir eru ekki fullir. Og einhverjar kannski breytingar eins og staðinu núna. Til að mynda var skilaðinn skólastofu frá grunnskóla Grindavíkur fyrir þetta ár. Mér fannst það svona miðað við umræðuna, en ég held að við séum öll sammála um það að við þurfum að vera vakandi þarna með aðbúnað barna og starfsmanna. Herðu, þá var ég ekki búinn að segja Marta. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég bara fagna því að meirihluti taki svona jákvætt í þessu umræðu, því það hefur ekki verið raunin undanfarið. Því staðreyndin er náttúrulega svo að þessi greinargerð og þessi umræða fór af stað í síðustu fjárhagsáætlun. Þegar vorum að móta áætlun næstu 4 ára, sambandi við fjárfestingar og annað slíkt. Og þá var ítrekað bent á að við þyrftum að gera ráð fyrir pening í skipulag, hvort sem var deiliskipulag eða bygginguna sjálfa, hvað sem það yrði, þá þyrfti að gera ráð fyrir fjármagni í aðgerðir. Og það eina sem kom, eins og Ásrún benti á, var 2019 færsla á einni skólastofu, útistofu. Það var eina sem var gert ráð fyrir, þrátt fyrir að greinargerðin væri komið fram og þrátt fyrir ábendingar minnihlutans. Og þessi ástæða, þetta var til þess að fulltrúar minnihlutans gátu ekki sér fært að styðja fjárhagsáætlun sem samþykkt var í desember síðastliðinn. En þannig að við gætum verið komin svo miklu lengra með þetta mál. Við gætum verið svo miklu undirbúið fyrir þessa stöðu sem var fyrirsjáanleg á síðasta ári. Þetta er seint í rassi gripinn, en það er þó bara flott að menn séu núna tilbúinir að ræða þetta. Ég veit alveg að þetta mál fer svo bara inn í næstu fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlunarvinnu sem við erum bara að fara að byrja á núna á næsta mánuði. Og það er bara mín von að fulltrúar meirihlutans sýni sama vilja og þeir tjá núna þegar við förum í þá vinnu.
Já, takk fyrir það, Marta. Guðmundur? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þó umræðan hafi ekki verið tekin upp hér í bæjarstjórn, þá hefur hún allavega innan Sjálfstæðisflokksins verið mikið rædd. Og ef við tökum þetta frá þeim yngstu að vandamál dagforeldra hafa verið mikil, þó svo meirihlutinn hafi gripið til ýmissa úrræða til að fjölga dagmæðrum í sveitarfélaginu og einnig líka að létta álögur á þau foreldra þar sem börnin þurfa að vera lengur hjá dagmóður lengur en til 18 mánaða aldurs. Það núna verið að útbúa húsnæði fyrir dagmæður við grunnskólan við Ásabraut. Þar fjölgar þeim sem við getum boðið upp á. Ég veit að skólaskrifstofan hefur lagt í mikla auglýsingar og verkefni að fjölga dagmæðurum. Það gengur illa. En ég held samt að, og mér sýnist að það líti betur út núna heldur en á sama tíma í fyrra. Einnig vegna þess að fleiri 18 mánaða börn komust inn í leikskólana núna í ár heldur en í fyrra. Nú komust inn öll 18 mánaða börn inn þegar leikskólinn opnaði aftur eftir sumarleyfi. Þannig að það í sjálfu sér jákvætt. Ég sé þetta svo sem ekkert vandamál, þetta bara verkefni bæjarfulltrúa að leysa. Við viljum að bæjarfélagið stækki og íbúðum þess fjölgi og að sjálfsögðu þurfa þá innviðirnir að fylgja með. Það sjálfsögðu ekkert gott fyrir neitt sveitarfélag að vaxa of hratt. Því fylgja alltaf miklir vaxtarverkir. Varðandi leikskólamál, þá raunhæfasta leiðin og það sem við stendum til í fjárhagsvinnunni að fara yfir og setja pening í hönnun á leikskóla við nýju hverfi. Það meiri framtíðarlausn í því heldur en að byggja við krók. Og eins og nefndin lagði til að fara í þá framtíðarvinnu að byggja nýja leikskóla. Við eigum teikningar af laut og það mun minna mál að uppfæra þær teikningar. Ég ekki að tala um að taka þær óstint upp, heldur uppfæra þær í nýjan 6. leikskóla í nýju hverfi. Því ef við tækjum þann pól í hæðina að stækka krók 2 deildir, þá við í sama pakkanum með allt fullt þó svo við myndum stækka þann skóla. Þannig að það í mínum huga okkar sjálfstæðismanna og meirihlutans sem við höfum rætt betri leið að setja pening í að fara í það að hanna nýjan leikskóla í nýju hverfi. Gera það fyrir 6 deildum, tilbúin opnum 4 þó svo opnum 2 strax til að byrja með. Það framtíðarplanið og það verður settur peningur það í fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Varðandi grunnskólan, þá var ein leið sem að nefndin lagði til, það að flytja börnin úr hópskóla niður við Ásabraut. Við rættum það líka hvort það var í bæjarstjórn örugglega. Það hefur ekkert verið gert og ekki gert núna í haust til að rýmka húsnæði í hópskóla. Eins og forseti gat hér áðan þá afsalaði skólastjóri sér 2 útstofum við Ásabrautina. Væntanlega vegna þess að hún taldi ekki þörf á rýmra húsnæði. Kom mér svolítið mikið óvart, en það samt staðreyndin. En við vitum að börnum að fjölga og við þurfum að hafa plan til þess að taka við þeim börnum sem á grunnskólaþjónustu þurfa. Og það sjálfsagt verður að fylla skóla við Ásabraut. Við eigum gamla bókasafnið til þess að stúka niður í 2 stofur. Við erum með 2 útistofur við Ásabrautuna sem hægt að nýta undir grunnskólan. Síðan í framhaldinu, þegar við förum svo að byggja við hópskóla, það meiri háttar vandamál, eða ekki vandamál, verkefni. Það milljarða verkefni.
Og við förum ekkert í það verkefni þegar okkur vantar stofu fyrir 20 eða 40 börn. Við hljótum að leysa það í upphafi með útistofum. Og þá væntanlega við hópskóla þegar það kemur. Því að næsti áfangi væntanlega miðrými, stjórnunarálma, spurningu sérgreinastofur og svo náttúrulega kennslustofur. Og það verður stór peningur sem fer í það. Og þegar því kemur þá þurfum að vera bara tilbúin. Það til frumhönnun á stækkun hópskóla. Vissulega þarf að endurskoða þá hönnun. Og spurningin hvort við gerum það á næsta ári eða 2019. Það ræðum við í fjárhagsvinnu. Við þurfum bara að fara yfir, við vitum barnfjöldan í Grindavík í dag og við þurfum að átta okkur á því, við töldum í fyrra með það húsnæði sem við höfum niður á Ásabraut, ekki nauðsynlegt að bæta við hópskóla fyrir 2019. Við töldum eðlilegast að fylla það húsnæði sem við höfum við Ásabrautina áður en farið í að fjölga stofum við hópskóla. Mér finnst að skynsamlegra að færa börnin á milli heldur en að eyða 20 milljóna í að færa stofur á milli. Svo önnur vangalda sem við höfum svo sem rætt innan Sjálfstæðisflokksins, því höfum við ekki víxlað og sett unglingadeildina upp í hópskóla. Er það möguleiki sem hægt að ræða? Eða meitlaði stein að þarna skuli bara vera yngsti árgangurinn? Ég spyr skólafólki hvort að þetta sé möguleiki. Ég ætla ekki að úttala með það, en það væri gott að fá álit skólafólksins í því samhengi. En það klárt, meirihlutinn með þessi mál í vinnslu og það spurningin hvenær þarf að bregðast við. Það klárt að við þurfum á næsta kjörtímabili að gera með leikskólan, það spurningum hvernig við þurfum að byggja upp hópskóla. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Guðmundur. Ásrún, gjörðu svo vel. Er ekki Palli undan mér? Nei, Palli, fyrirgefðu, ég búinn að gleyma það, Palli, þú varst svo hljóður. Nei, út nú eftir. Páll og Ásrún. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, þetta eru mikil mál sem við erum að ræða hérna núna og gott að heyra hvað meirihlutinn tekur vel í þessi mál. Meirihlutinn er búinn að hugsa mikið um þetta og ætlar að gera mikið á næsta kjörtímabili, eins og Guðmundur Pálsson sagði. En ég velti fyrir mér, það var skipaður starfshópur 24. maí 2016 til þess að gera úttekt á þessum málum og koma með tillögur. Og besta mál, allir sammála um það. En svo eins og oft vil verða, þegar þetta sama fólk búið að skila af sér og koma með einhverja afurð, þá þetta bara sett stungið undir stein og já, takk fyrir og við skoðum þetta einhvern tíma seinna og næsta kjörtímabili. Þannig að mér fannst vera lítið gert úr þessari vinnu. Þeir koma með tillögur og það bara hógværar tillögur um að fara í hönnun á skipulagi, af því að eins og við vitum nú manna best hvað þessi skipulagsmál og hönnunarmál taka langan tíma, að þá þarf að hefja þá vinnu tímalega. Og það voru náttúrulega mikil vonbrigði hjá minnihlutanum í síðustu fjárhagsáætlun að við skildum ekki áætla einhverja peninga í þessi mál. Af því að maður trúði því nú að fjölgun íbúa yrði
meiri heldur en að hérna svona svartsýnustu menn þorðu að vona. Þannig að þar, ég segi sko, menn eru að vísa núna í næstu fjárhagsáætlun, en hverju erum við nær? Við erum með þessi sömu skýrslu og vorum með fyrir síðustu fjárhagsáætlun, þannig ætlum við að fara að byggja á henni. Ég hefði viljað vera búið hérna, að við værum komin aðeins lengra í næstu fjárhagsáætlun. Ég hefði viljað hérna, eins og þessar tillögur hérna, frá þessum ágæta starfshóp að hefja undirbúning deiliskipulags vegna nýs leikskóla í Hópshverfi. Þetta var eina af þessum tillögum. Þannig að og leikskólinn, ég bara orðinn leiður á þessum bráðabirgðareddingum alltaf. Það liggur við að segja hverju ári þá að fara að ráðast á starfsemina í gömlu kirkjunni, þá ágætu starfsemi. Þá er allt sett upp í loft þar. Þá að fara að redda einhverju bráðabirgða leikskólamálum með því að setja allt upp í loft þar. Sem betur fer var það nú ekki gert og fannst ágætis lausn á því með þessum útistofum og allir sammála og bæjarstjórnin vann bara samhent í því. En það er alveg rétt að öll 18 mánaða börn komust inn á leikskóla núna. En það eru samt sko 22 börn sem verða í júní á næsta ári, sem verða komin á biðlistan þá, ef ekkert barn fer upp úr því. Þannig að þá er elsta barnið sem er á biðlistanum, þar er orðið 2,5 árs. Þannig að við verðum að girða okkur í bróki í þess og ekki að vera alltaf í einsum bráðabirgðareddingum. Verðum að byrja tímalega að vinna í þessum skipulagsmálum, hönnunarmálum. Hópskólinn, það er til einhver tekník af því, af honum, stækkuninni af honum. Það hefur alveg verið svigrúm til þess að fara í gegnum þau mál núna og þannig að í næstu fjárhagsáætlun þá gætum við séð einhverjar tölur hvað þessi hlutir kosta. Þannig að einhverjar áætlanir. Að það verði ekki næstu áramót sem að verður samþykkt hérna að fara að hanna og fara að spá í málin. Hvernig þessi mál verða leyst. Þannig að menn nefna hérna sko færa unglingadeildina upp í Hópskóla. Ég veit ekki betur en Hópskóli hafi verið sér hannaður fyrir hérna litlu krakkana sko. Og ef við höfum svo að fara að ringla með það einhverju bráðabirgðareddingum að setja hérna elstu nemendur þangað sko. Ég meina til hvers erum við þá að hanna einhverjar sérbyggingar. Þannig að setjum sko tökum þetta svolítið skipulega. Hérna kemur starfshópur, kemur með tillögur. Ok, förum þá og vinnum svona eftir þeim. Ekki að stinga undir stól í heilt ár og þegar allt er komið í óefni, að þá förum við að grafa þær upp. Þannig að ég trúi því bara að meiri hlutin taki vel í þessa tillögu sem við ætlum að bera upp hérna á fundinum þannig að við verðum kannski einhvers vísari í næstu fjárhagsáætlun. Þannig að við höfum eitthvað meira að byggja á. Takk fyrir það, Páll. Ásrún. Svo er það Jóna Rut, þannig að maður gleymi þessu ekki. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar kannski bara að svara svona spurningum sem hafa komið hérna fram. En Hjalli, þú talar um það að við hefum verið að mæta ákveðnum vaxtarverkjum varðandi daggæsluna. En það hefur bara því miður ekki dugað til. Og það kom nú fram á bæjarmálafundi hjá okkur í gær að íbúar þyrftu rauninni að
Já, það er bara þannig að þau þurfa að sækja daggæslu pláss bara við getnað. Þannig að þetta er bara ótrúlega staða. Og við höfum fjölgað, við höfum verið að reyna að fjölga dagmæðurum. En þá er rauninni bara falla aðrar út, missum við aðrar sem hafa starfað áður. Og þar er leiðandi bara þurfum við að hugsa málin á annan hátt. Erum við að skoða það til dæmis að taka inn börn með 12 mánaða aldur inn á leikskóla, eins og svo mörg sveitarfélög gera. Það var verið að ræða skólastofuna við Ásabraut. Í samtali við skólastjóran í morgun þá sagði hún að skólastofunni hefði ekki verið skilað inn eða hún afsalaði sér ekki húsnæðinu. Hún sagði að hún hefði viljað betri umræður og þegar óskað var eftir þessari útistofu, ég man vel eftir því fundi Bæjarás og við vorum að leita lausna og við unnum það svo sannarlega vel saman. En það var hringt í skólastjóra og skólastjóri tjáði að eins og staðan væri þarna, þá væri útistofan, það var ekki horft til þessa notana, en það væri að vísu verið að ráðast í stundatöflugerð og ráðinn fólk og þess aftar. Og hún talaði einmitt það líka skólastjóri að það væri bara eins og staðan væri núna á Ásabraut, að það væru einstaklingar eða starfsmenn á ákveðnum hrakhólum með stofur eða aðstöðu. Og við erum bara, mér finnst það ekki boðlegt, eins og upp í Hópskóla, að það sé verið að kenna nemendum á göngum. Þetta er bara, aðbúnaðurinn er bara ekki, við bara verðum að líta á þetta alvarlegum augum. En Palli kom aðeins inn á í sambandi við biðlistana. Það er rétt að öll 18 mánaða börn fóru inn núna í ágúst. En þau börn sem verða 18 mánaða í næsta mánuði og mánuðinum þar á eftir, það rannast í rauninni bara upp listinn. Og ég fekk upplýsingar frá henni Sigurlínu leikskóla fulltrúa og þar kom fram að það verða 28 börn sem að komast ekki inn við 18 mánaða aldur. Og það er bara stað. Ég heyri til dæmis í móður sem á að fara að vinna áramót. Hún sagði, ég horfi bara fram á það, ég komist ekki aftur til vinnu. Og mér finnst það líka svona varðandi hver eru jafnréttissjónarmiðin þar. Það þarf, Guðmundur, að skoða marga hluti þegar talað er að færa til árganga. Og það var rætt á fundi í Hópskóla að færa árgang niður á Ásabraut. Starfsfólkið þar var lausnamiðað og það var ákveðið að fara að kenna frekar í teymum, að vera með stærri hópa á svæðum og það er svo sem alveg að gefast vel. Það þarf líka að horfa til þess hvað eru margir bekkir að fara frá okkur og hvað eru að taka marga bekki inn. Og þessar tölur sem hún nefnir 20-40 nemendur, eru þær úr lausu lofti gripnar. Ég er búin að kynna mér allar þessar tölur vel. Þú ræðir líka unglingadeild upp í Hópskóla og mér finnst eins og staðan er í dag, í rauninni ef við höfum rætt þetta fyrir einhverjum árum, þá hefði svo sannarlega verið hægt að skoða þann kost. Út af því að unglingadeildin fer til dæmis í val í list- og verkgreinum. Það er engin aðstæða list- og verkgreina upp í Hópskóla og því hefði verið kjörið það fyrir þá unglinga sem færu í val í list og verk að fara niður á Ásabraut. En í dag erum við búin að færa til dæmis félagsmiðstöð niður í grunnskóla og mér finnst það eitt og sér í rauninni bara sterk rök móti því að unglingarnir fari upp í Hópskóla. Hópskóli er líka, þó svo að hann hafi ekki, mér vitandi ekki verið eitthvað sérhannaður fyrir yngstu börnin, en þá er vissulega fyrir þessi yngstu að labba til dæmis í íþróttir og sund, þau þurfa að sækja það úr húsnæðinu, að þá er í rauninni leiðin bara örugg. Hún er mun styttri heldur er frá Ásabrautinni. Þannig að það er svona kostur. Páll Jóhann kom inn á að öll skipulags- og hönnunarvinna tekur mikinn tíma og okkur langar að
leggja fram tillögu að, ég ætla bara að lesa þessa tillögu fulltrúa Framsóknarflokksins. Lagt til að bæjarstjórn feli bæjarstjóra ásamt þeim sviðsstjórum sem málinu tengjast að setja upp tímasetta aðgerðaáætlun hvernig brugðist verði við aukinni húsnæðisþörf leik- og grunnskóla til næstu 5 ára. Sú áætlun verði lögð fram á næsta fundi bæjarstjórnar. Það hlýtur að vera allra hagur að hafa sem mestar upplýsingar til staðar þegar ákveðið hvert peningarnir skuli fara. Þannig að ég held að við mælum með ákveðin forvinna fari fram fyrir fjárhagsáætlunar vinnuna. Takk. Ég mun senda ykkur tillöguna. Takk fyrir það, Ásrún. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, já, þetta búið að vera góð umræða og ég var hissa á Páli eftir að Guðmundur var búinn að koma upp og lesa upp hvað hugmyndir við erum búin að vera að ræða innan okkar raða, bæði innan okkar félags og líka meirihlutinn erum búin aðeins vera að velta þessu fyrir okkur. Þá talar Páll það að við sem algjörlega hunsa þessa flottu nefnd sem kom með þessa hugmyndir. Mikið af þessu sem Guðmundur talaði einmitt tillögur aðgerðir. Og þeir til dæmis í leikskólamálunum þá komuðu bæði með hugmyndina að stækka við Krók og líka hefði undirbúning á deiliskipulagi vegna nýs leikskóla í Hópskóri. Það það sem Guðmundur talaði Og grunnskólinn þá tala þeir að færa útistöður við Hópskóla og eða jafnvel að fækka einn árgangi Hópskóla og færa yfir Ásabraut. Þannig að þetta eru hugmyndir sem koma frá nefndinni sem við erum búin að bara skoða, flott nefnd og þannig að við fórum alveg að skoða það plagg og svona. Við í sambandi með leikskólana, það var allavega þannig þegar ég var að vinna á leikskóla, það ekki ný börn tekin þegar þau verða 18 ára. Það bara, ný börn bara tekin inn á leikskólan 2 ári, minni mig. Það bara tekið, það 4 sinni? Það ekki... það var allavega þannig að ef barn verður 18 mánuði í nóvember þá kemur ekkert inn á leikskóla. Það er aðlögunarferli sem í gangi og svona. Ég veit ekki hvort það sé áramótum og vorin og haustin. Hvort það sé áramótum, ég ekki einu svona vissu það. Þannig að það hefur alltaf verið alveg í mörg ár þannig að bara fólk svolítið óheppið ef barnið verður 18 mánuði eftir þennan tíma. Og sérstaklega ef þörfin plássið lítið. Og þá náttúrulega spurning, hvernig, það þetta að tækla þannig mál. En ég bara forvitin núna að vita eftir að þið komið með þessa hugmyndir Framsóknarflokkurinn, hvað myndu þið vilja, hver ykkar hugmynd? Hvað eru þið með, myndu þið vilja byrja leikskóla, myndu þið vilja byrja Hópskóla? Hvað eru ykkar hugmyndir? Þið hljótið að vera þá væntanlega með einhverjar hugmyndir fyrst að þið eru að hefja þessu umræðu. Og þannig að við náttúrulega vitum það öll þetta náttúrulega mjög stór verkefni, leikskóla og grunnskóli og það þarf að forgangsraða og það þarf að hugsa lausnum og við þurfum náttúrulega að fara að huga því hvar á að byrja, hvor á að byrja. Hvernig getum við hvoru staðan með þörfum í. Þannig að ég forvitin að vita hvað hugmyndir þið eru með. Já, takk fyrir þetta, Jón Rut. Páll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef kannski ekki talað alveg nógu skýrt en ég kalla það að stinga þessari skýrslu undir stól þegar menn voru ekki tilbúin að taka hann inn í fjárhagsáætlun fyrir síðustu áramót. Hvað sjálfstæðismenn ræða innan sinna raða, ég veit ekkert um það
það bara þeirra mál, þeir þurfa að láta þá verkin tala og láta það sjást einhvers staðar annars staðar en inn að vekja Sjálfstæðisflokksins. Nú, það eru hérna margar góða tillögur og ég held að það fælist nú í tillögunni hvað við Framsóknarmenn viljum gera. Við vildum til dæmis að það yrði farið í þessa hönnun og í skipulagsvinnuna á nýjum hópskóla. Bæði að stækkun á núverandi skólanum og svo nýjum leikskóla þarna á hópsvæðinu. Það þessi skipulagsvinna og hönnunarvinna sem við höfum verið að tala alveg frá því bara í síðustu fjárhagsáætlun. En meirihluti bara skellti skollaðirinn við þeim hugmyndum sem við í rauninni bara tökum upp hérna eftir þessum starfshóp. Nú það einn til að frá þessum starfshóp sem gladdi mig nú mjög, sem nú gömul hugmynd frá okkur Framsóknarmönnum. Að það var ráðast í hönnun á skóla íþróttahúsi við Ásabraut. Það nú til dæmis ein góð tillaga sem mætti alveg skoða og var ein af þeim lausnum sem við Framsóknarmenn lögðum til frekar en að fara í þessa stóru byggingu sem ennþá í hönnun eftir öll þessi ár. Þannig að ég bara auglýsi eftir því að sjálfstæðismenn láti verkin tala og gera eitthvað meira en að ræða þetta mál innan Sjálfstæðisflokksins og það geta bara með bæjarstjórninni og við felum bæjarstjórunum og sviðsstjórum að fara að huga þessu. Við erum ekki tilbúin að segja það af eða á hvort við viljum stækka hópskólan eða gera eitthvað annað. Ég vil allavega að við viljum byrja að hanna þann, einhver tíman verður að stækkaður. Við viljum að þessi hönnunarvinna og undirbúningsvinna verði hafin strax. Ekki að bíða í ár með svona skýrslur. Skipulags- og hönnunarvinna að fara að byrja hana þannig að við höfum einhverja möguleika þegar við förum í hérna eiginlegu fjárhagsáætlun. Svo ég segi það nú aftur og það er okkar tillaga okkar Framsóknarmanna og vilji minnihlutans eins og skýrt hefur komið fram frá því í síðustu fjárhagsáætlun. Takk fyrir það, Páll. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Herðu, Jóna Raut, mér langar nú aðeins að svara spurningum þínum. En þú talar að skóli og leikskóli séu stór verkefni og það þurfi að forgangsraða. Ég ætla bara að benda ykkur á það að þessi þjónusta er lögbundin. Þannig að okkur ber að bregðast við þessum vanda. Við stöndum ekki hér, ég og Páll Jóhann, og segjum hvað á að gera. Við erum búin að kynna okkur skýrslu starfshópsins vel og það sem að starfshópurinn leggur fram þar það eru margir góðar tillögur og ég vil bara að það verði skoðað. Ég er ekkert endilega að segja að eigi bara að byggja við hópskóla eða byggja nýjan leikskóla eða hvað. Ég vil bara að þessi skoðað og þessi byrjað að skoða þetta. Ég held að málið snúist það. Í þessum starfshópi var bara mikið fagfólk og sem við eigum að treysta. Og mér finnst það líka að sé bara leiðilegt að barnið þitt fæðist í september eða við getum ekki horft á þetta þannig.
Takk. Takk fyrir þetta, Ásrún. Kristín María. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bara fín umræða. Í júlí þá birtist viðtal við Fannar á MBL, mjög veglegt og vel í lagt, þar sem var verið að ræða eftirspurn eftir lóðum í Grindavík. Í kjölfarið setti ég saman smá pistil sem ég birti inn á síðu okkar í G-listanum, þar sem ég fór yfir það og meðal annars mjög ítarlega yfir skýrslu þessa starfshóps, hvaða úrræði væru til skoðunar og hvað hann hefði lagt til, og ég benti líka á og sagði það í niðurlagi þess pistils að samhliða auknu lóðaframboði væri gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að huga að innviðum. Og mér heyrist við öll vera sammála því að við viljum búa vel að barnafjölskyldum. Við viljum að fólk og börn hafi aðgengi að leikskólaplássi, þó svo það sé reyndar ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga. Og við viljum líka að börn komist og geti vel við unnað innan veggja skólahúsnæðisins. Það eru hugmyndir, og ég ætla ekki að gúttera það að við höfum tekið þessa greinargerð og stungið henni ofan í skúffu, því að þetta er framtíðar áætlanir og hvað ætlum við að gera í framtíðinni þegar okkur fjölgar enn frekar. Ég er algjörlega fylgjandi því að við tökum þessar tillögur og förum yfir það hvað er skynsamlegast að gera miðað við núverandi stöðu. Við þurfum líka sjálfsögðu að hafa í huga hvert er bolmagn sveitarfélagsins. Hvað getum við gert? Við þurfum vissulega að huga að því hvernig fjárhagsstaða sveitarfélagsins er miðað við verkefni sem er í gangi. Og mér finnst þessi tillaga sem kemur frá ykkur í Framsóknarflokknum varðandi aðgerðaáætlun til næstu 5 ára bara eðlilega þurfa að hugsa í ykkur lausnum. Og mér heyrist við allir bæjarfulltrúar sem að hafa tjáð sig að við viljum hugsa í ykkur lausnum og við viljum leysa vandann. En það getur samt komið upp svo staða að þolmörkin séu kannski töluverð. Við séum að teygja okkur svolítið langt hvað það varðar. En ég er líka sammála því sem kom áðan fram í máli Guðmundar að ef við ætlum að hugsa til framtíðar þá gæti verið skynsamlegri lausn varðandi leikskólan að huga að nýrri leikskólabyggingu í staðinn fyrir að byggja við krók. En miðað við úttekt og greinargerð starfshópsins þá þrengir meira að skólahúsnæðinu og Ásrún er búin að fara og náttúrulega þekkir umhverfi upp í Hópskóla og búin að fara yfir það hvernig staðan er þar. Þannig að ég held að það sé vilji okkar allra að taka upp í fjárhagsáætlun næstu skref hvað við ætlum að gera til þess að leysa það vandamál sem við mögulega stöndum frammi fyrir og við ætlum að hugsa í lausnum með það. Það er svo sem búið að fara yfir þetta áður og óþarf að gera það aftur en það gengur heldur ekki að fólk komist ekki út á vinnumarkaðinn. Það er ákveðin akkur og það er hagur sveitarfélagsins að vinnandi fólk komist út á vinnumarkaðinn aftur og það sé ekki fast heima af því að börnin fá ekki pláss. Þannig að fyrir mitt leyti þá er spurning með þessa tímasettu aðgerðaáætlun til næstu 5 ára. Ég veit ekki hvort við þurfum að fara í það eða hvort við getum tekið bara upp umræðina á vettvangi fjárhagsáætlunarvinnunnar og mögulega sé það sjálf hvað væri best að gera. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í mínum huga er erfiðast að ráða við daggæsluna, dagmæðurnar, af því að þú þarft starfsfólk út í bæ til þess að ganga inn í þau störf, fá fólk í þau störf. Þó svo að bærinn hafi undanfarið skaffað húsnæði undir leigu til þess að reyna að grípa inn í og fjölga dagmæðurum á þann hátt. Þess vegna var farið í að skoða meðal annars kirkjuna
ekki til þess að setja þar leikskólabörnin heldur dagmæður, svo rétt sé allt haft. En ég veit og við vitum þá öll að það hefur farið mikil orka í að fjölga dagmæðurum og þar hafa skólaskrifstofan og allir komið að. Leikskólabörnum eins og staðan núna að fækka í sveitarfélaginu. Fækkar í ár frá því árinu á undan því að stór árgangur fór upp í grunnskóla og fækkar enn á næsta ári. En við erum samt með eina útistofu við Laut sem ekki bráðabirgða heldur sett til þess að grípa inn í. Og það ekkert óeðlilegt að við séum með svona bráðabirgðastöðu meðan við erum að fá börn til þess að fylla upp í nýjan skóla. Þó að ekki nema til þess að komast í 2 deildir. Og það ekkert, ég tek undir með Ásrúnu, það ekkert voðalega gott ef foreldrar komast ekki út á vinnumarkaðinn. Ég tek heilshugar undir það. Þannig að við þurfum, og Páll Jóhann sagði það þarf að fara að skipuleggja nýtt svæði. Ármann sagði hér áðan, það byrjað að skipuleggja ný svæði. Þar sé leikskólinn á að koma. Og ég talaði hér áðan að setja pening í að skoða hönnunina á Laut, uppfærana. Hvernig við getum breytt honum og sett þar 6 deilda leikskóla þó við byggjum ekki allt í einu. Mér finnst það í grunnskólan, eins og ég sagði áðan, að höfum við Ásabraut, við getum sett þar og haft þar tilbúin í 3 nýjar kennslustofur næsta haust. Stofur sem eru þar fyrir, sem þarf að laga til. Þannig að þar eru 3 kennslustofur sem við getum bætt við frá því sem nú í gangi. Þannig við eigum fullt af möguleikum sem við þurfum að skoða þegar við erum að fara í þessar pælingar. Ég veit ekki hvenær hér bæjarfulltrúar að vilja að fara í að byggja nýjan grunnskóla eða stækka hann. Ég veit ekki hvort það skynsamlegt að fara í að eyða peningum á næsta ári í að full hannan eða það þarf ekki byggja fyrir eftir 4 ár eða 5 ár. Þó ég viti að það taki ár að hanna viðbyggingu við Hópskóla. Við þurfum náttúrulega að vera með báða fætur í jörðinni og gera þetta af skynsemi. En klárlega þurfum við að fullnægja þeim skildum, þó svo leikskóli sé ekki grunnskylda sveitarfélaga, þá viljum við öll hafa hér leikskóla. Og við viljum öll að börnin okkar komist í kennslu. Það má ekki öllu skipta hvort það verði við Hópskóla eða niður við Ásabraut, ef húsnæðið til staðar við Ásabraut. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Ásrún. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Skýrslunni var ekki stungið ofan í skúffu. Það var ósk okkar að þetta mál yrði tekið hérna fyrir. Ég spyr mig, ef við hefðum ekki óskað eftir því, hvað hefði þá gerst? Í skýrslu starfshópsins kemur fram að varðandi lið grunnskólans, aðgerð sem hrinda þar í framkvæmd í upphafi árs 2017. Hvenær höfum við rætt þetta? Og þú talar Guðmundur, að leikskólabörnum sé að fækka. Eða fækkar í leikskólum. Það kannski ágætt. Og því að það kemur líka fram í skýrslunni og þeim fylgir gögnum sem að henni fylgir, upplýsingar frá leikskólastjórum, að leikskólarnir eru komnir yfir þolmörk með nemendafjölda. Og það væri ákjómslegast að svo aðbúnaður
og aðstæða barna væri sem best að þessum leikskólabörnum myndi þá fækka. Þannig að kannski það bara staðan eðlileg þá í leikskólanum núna. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Páll. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hjó eftir því hjá Kristín Maríu að hún hafði áhyggjur af því hvert bolmagn sveitarfélagsins væri. Það kæmi að þessum liðum. Hvar eru þolmörkin? Ég held að þetta væri nú eitt af skylduverkefnunum og það væri þessi skólamál. Þannig að ég hefði nú haldið að við ættum nú að skoða þessi þolmörk einhvers staðar annar staðar en í þessum skólamálum. Nú, það er fullt af möguleikum, segir Guðmundur Pálsson. Já, það er fullt af möguleikum. Það er endalausir möguleikar í einhverjar bráðabirgða lausnir. En það sem við erum að tala um, það er að í framhaldi af svona skýrslu þá sé haldið áfram með þá vinnu, farið í eitthvað unni með þessa tillögur. Ekki að stinga þeim út í stól. Ég kalla það stinga þeim út í stól að vinna ekkert með þær. Ætla að vinna með þeim á næsta ári eða þar næsta ári. Ég kaupi það ekki, sko. Guðmundur talar um að það sé erfiðast að eiga við dagmaður. Auðvitað það bara bráðabirgða lausn að fara að skaffa dagmaður húsnæði. Ég lít þannig á það. Þannig að meðan að sveitarfélagi þarf að vera að skaffa dagmaður húsnæði, þá hlýtur að vera tími til komin að fara svona hanna nýjan leikskóla. Ég er alveg sammála því það er margt sem bendir til þess að þessi gál er að fara í að byggja nýjan leikskóla heldur en að byggja við þá gömlu eða við hinna. Nú við höfum ekki undan að afgreiða lóðir undir íbúðarhús og atvinnustarfsemi líka. Hvaða fólk er að flytja hérna? Hvaða fólk er að koma? Er þetta gamlingjar eða er þetta ekki ungt fólk? Ég held að þetta sem er ungt fólk, barna fólk sem er að flytja hingað. Þannig að er ekki bara margt sem bendir til þess og það má alveg afsaka, það er alveg sko fullgild afsökun að þó að meiri hlutin samþykki nú að þessa tillögu að fara strax í að vinna í þessum málum, ekki að bíða með það fram á áramótum, að bara þessi lóðaúthlutun og að við séum að vera búið með allt skipulagt svæði undir íbúðarsvæði, þessar lóðir sem eru tilbúnar. Þannig að er ekki bara komið tími til að taka höndum saman og fara að sýna viljan í verki. Ekki bara tala um að það þurfa að gera hitt og þetta og einhvern tíma þurfa að gera þetta. Bara setjum málið í gang. Það var skipað starfshópur, gott mál, höldum áfram, vinnum með þær tillögur. Höfum þetta svolítið rútínu í þessu, ekki alltaf að fresta málunum fram í rauðan dauðan og lenda svo með einhverjar bráðabirgða lausnir. Förum að vinna skipulag og hönnunarvinnu. Já, takk fyrir það. Páll, við gerum stutt fundarhlé.
Ágætu bæjarfulltrúar, nú við tókum hérna stutt hlé, en við höldum áfram umræðum og undir 12. máli, framtíðarsýn auknu húsnæðisstörf, leik- og grunnskóla. Orðið laust. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara lýsa ánægju minni með þessa tillögu hjá Framsókn. Ég heyri það í gegnum umræðuna að við erum alltaf að byggja á þessari greinargerð sem við höfum frá nefndinni og við erum að byggja á því sem hefur verið sett inn í skipulag nú þegar eins og nýju leikskóla, mögulega stækkun við Krók, mögulega stækkun við Hópskóla. Þetta eru svona ýmsir kostir sem við öll erum að velta upp og standa til boða. Eins og ég sé tillögu Framsóknar þá það að sviðsstjóri skipulagsmála og svo skólamála myndu taka þessar upplýsingar og þessi gögn sem við höfum og setja upp sína forgangsröðun eða áætla einhvern kostnað í skipulag eða undirbúningsvinnu á þessum kostum sem við höfum. Það kæmi svo inn í undirbúningsvinna hjá okkur fyrir fjárhagsáætlun og það væri þá bara að færa inn í okkar gagnapakka til að vinna með og forgangsraða þegar við setjum upp áætlun næstu 4 ára. Takk. Já, takk fyrir það Marta. Jóna Rut. Forseti bæjarfulltrúar. Já, við fórum aðeins til hliðar í meirihlutanum og ræddum þessa tillögu og okkur hugnast hún en við erum með þá breytingatillögu að bæta við lagt til að bæjarstjórn feli bæjarráði, bæjarstjórn ásamt við sviðsstjórum. Þannig að bæta bæjarráðinu inni líka. Og svo langar mér svona aðeins bara í framhaldinu af umræðunni sem er búin að vera þessa skýrslu sem kom. Þá fór ég aðeins og leitaði hvenær hún var tekið fyrir í bæjarráði. Og hún var tekið fyrir í bæjarráði 15. nóvember og þá kom Nökkvi og fylgdi málinu eftir. Og þá var hún afgreidd þannig að bæjarráði að hún bæri að þakka samstarfshópnum fyrir sitt framlag og tók undir það að flytja frekar bekkjadeildir frá Hópskóla í grunnskólanum Iðunni, frekar en að flytja lausu skólastofur. Þannig að þetta var samþykkt að bæjarráði þá og svo bara virtist eitthvað staðar í ferlinu sem að sú tillöga greinilega ekki hafi gengið eftir. Þannig að annars þetta breytingatillöga okkar með að bæta bæjarráðinni. Já, takk fyrir það Jóna Rut. Orðið laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að við séum öll tilbúin til þess að taka á þessu og þá koma svolítið betur undirbúin í fjárhagsáætlunina. Þannig að og hafa bæjarráðið með ráðum, það alveg sjálfsagt mál og fyrir mitt leyti þá ég bara alveg hjartanlega sammála því, þannig að og eins og ég segi, ég bara fagna því að við skulum bara setja þetta mál í gang og þakka mönnum fyrir það og góðar umræður. Góðar og málefnalegar og fjörugar umræður þetta mikilvæga mál. Já, takk fyrir það Páll. Orðið laust, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
ég heyrði að Páll tók vel í þessa breytingartillögu okkar. Erum við þá að tala um að taka breytingartillögun fyrir eða breyta þessu bara í tillögu bæjarstjórnar? Orðið laust. Bara eðlilegt að við tökum tillögun okkar bara fyrir. Taka hana fyrir fyrst. Já, okkar gengur lengra eða ekki? Já, breytingartillaga fyrst. Já, eða bara, þú veist, já, við tökum líka atkvæðagreiðslu okkar tillögu. Að taka atkvæðagreiðslu hana þrátt fyrir okkar gangi lengra. Nei, það ekki þannig þá bara kemur sko til að Ég skal- framsóknar já. og svo kemur þú veist, fyrir neðan breytingartillaga Já. frá meirihluta Já. og Já, okkur komið fram, þú veist, ég er talað um Já, það, já, okkar það tillögu komið fram. Já, það er raunin það sem ég var að tala um. Þá kemur bara breytingartillaga fyrst fram og ekkert mál. Þá bara breytingartillaga. Þá bara kostum hana fyrst. Kjósa breytingartillöguna. Já. Já. En viltu ég lesi upp tillöguna ykkar? Kemur tillögun okkar það ekki fram? Jú. Jó, en ekki til atkvæða. Nei, hún Hún liggur fyrir, þannig að það er ekki að... Hún kemur fyrst fram og svo kemur breytingartillaga. Er þá ekki nóg að kjósa breytingartillöguna? Jú, algjörlega. En það koma fram. Já, mér finnst mikilvægt að það komi fram, okkar tillögu. Já, það er ekkert strókliðu þarna. Nú þá bara, orðið er laust og ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér hljóðs þá bara ber ég undir fyrirgeðu Mætti ég kannski aðeins spyrja, þú veist, eins og við tölum að Gjörðu svo bæja vel. bara úr sæti. Gjörðu Bæja svo vel. verð með þessu. Erum við þá að kalla sviðsstjórnar næsta fund okkar til dæmis? Eða? Ég ger ráð fyrir að við verðum með þá í samvinnum að kalla eftir gögnum. Þannig skil ég það. Ég held að það sé Þeir vinna svoleiðis. þá milli funda? Milli funda og upplýsi bæjaráðu, þar eru komið með sterkari tengingum. Ef ég... Já, sekundum þessu. Ok. Og breytingartillagan hljóðar svo, ef að þú fiktar ekki mikið í þessu, Jón. Lagt er til að bæjarstjórn feli bæjaráðu ásamt bæjarstjóra og þeim sviðstjórn sem málunum tengjast að setja upp tímasetta aðgerðaáætlun, hvernig brugðist verið við aukinni húsnæðis, þörf, leik og grunnskóla til næstu 5 ára. Sú áætlun verður lögð fram á næsta fundi bæjarstjórnar. Fulltrúa meirihluta. Þeir sem eru samþykkið þessari tillögu, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá höldum við áfram. Þetta er tillagan. Breytingi var bara bæjarstjórn bæjaráð. Er ekki Framsóknarflokksins fyrir ofan? Hún er þar. Erum við tilbúin að halda áfram? 13. mál var það samgönguáætlun og áherslur með Grindavík eða áherslur á áætlun 2018 til 2029. Fannar, ert þú með einhverja... Sko, er þetta rétt? Afgreiðsla á þessu? Ertu að tala tillögunni? Já, það kemur tillaga. Hún er búin fram. Svo kemur breytingartillaga við. Svona er þetta bara ný tillaga. Já, það er spurning hvort það verður ekki að bóka hana sérstaklega, sko, hver breytingartillaga það er. Já, ég held að... Það kemur fyrst tillaga frá ykkur, breytingartillaga á meirihlutunum. sem saminast inn í ykkar tillögu. Hún gengur lengra, þá er hún borin upp til atkvæðagreiðslu. Svo tillagan í heild sinni. Þetta er bara, þú veist, nei, það er bara 2 tillögur. Það er alltaf svo sem að gengur lengra sem að greitt atkvæðum og að því að hún var samþykkt þá erum við Þá tilgangst þess að taka atkvæðagreiðslu hinn. Já, það þarf ekki að taka atkvæðagreiðslu. Ertu ekki að meina það að hún sem sagt liggi fyrir grunntillagan? Já. Síðan kemur breytingartillaga við hana. Já. Það verður greitt atkvæði tillöguna ásamt með breytingu því hún gengur lengra og þá var náttúrulega ekki fyrir tillagan lengur tekið til atkvæðagreiðslu. Það er ekki það sem verður að tala um, þannig að það komið fram. Ég er að tala að sko, það kemur tillaga, svo kemur breytingartillaga. Að breyta tillögu. Nei, það kom bara önnur tillaga. Nei, hún er bara... Það kom bara önnur tillaga. Það var ekki breytingar. Jú, það er breytingartillaga. Það
með breyttu. Við Það bættum kemur önnur tillaga en ekki breytingartillaga við frumtillaga. Breytingartillaga við tillögum og svo er tillagan í heild sinni. Hvað margar tillögur til? Það er eins gott að við erum búin að borða. Mér finnst reyndar aðalatriði kannski koma fram þarna fyrst að tillega framsóknar hún er á undan, hennar er getið þar. Síðan er breytingartillagan að við bætum við bæjaráði inn í tillöguna, að breytingartillaga. Það fer upp, þar er frumtillagan eða hvað? Já. Svo tekur meirihluti þessa tillögu alveg á rétt en bætir inn í hana einu orði. Hún er komin þarna þessi. Og þá er tillagan orðin svona. Ykkar kemur alltaf undan. Ef þetta heitir breytingartillaga, þá kemur tillaga að breyta orðalaginu í tillögunni á þennan veg og hafa það svona. Bæta einu orði inn í. Já, þannig að þú vilt að breytingartillagan sé að meirihluti leggur til að bæjaráði sé bætt inn í fyrir tillögu, það er samþykkt og svo sé þessi... Já, það er breytingartillaga, þá er það svoleiðis. Breytingartillagan, það kemur alltaf breytingartillaga, hún gengur bara lengra, það er greitt atkvæði um hana. Það búið að gera svoleiðis í 14 ára. En þetta er öðru sig greinilega á Alþingi. Já, hann er að rugla því saman. Þá er ekki breytingartillaga. Ég er svolítið sammálaðið með þetta sko. Ég ger alltaf sem við það bara, bóki ég það bara. Nei, sko, þetta er nokkað svona spurning. Ég er ekki þetta er þá ný tillaga en ekki breytingartillaga. Nei. Það er bara verið að leggja til Þetta er breyting á tillögunni. Forseti leggur til að gera stutt fundarhlé. Þeir sem eru því samþykkir? Já. Fínt.
og þá höldum við áfram. Við vorum nú í máli númer 12 og til þess að taka af allan vafa og menn fá að koma sinn skoðanum og framfæra annað, þá er Páll Jóhann Pálsson beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Páll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú leið og ég fagna því auðvitað að meirihlutinn taki svona vel í tillöguna okkar framsóknarmanna að þeir ætla að gera hana sinni. Þá vil ég nú samt að bóka hérna með smávægilegum breytingum reyndar að bæta við að bæjarráð verði með í ráðum við þessa vinnu, þessa skoðun á þessa yfirfærslu eða sérst að fara yfir þessi skólamál, að með því að bæta inn einu orði að þá gerir þeir þetta sinni tillögu að þá er ekki hægt annað en að gera athugasemd við það að þeir koma með þessa breytingatillögu sem við tökum fagnandi, en svo er breytingatillagan bara í rauninni tillagan í heild sinni, svo breytt. Þannig að ég má nú til með að gera athugasemd við þetta og við bókum hérna fulltrúar B-lista gera athugasemd við að tillaga þeirra sem liggur fyrir sé ekki borin upp í heild sinni eftir að breytingatillaga meirihlutans við tillögu Framsóknar var samþykkt. Þannig að þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum að menn koma hér í góðri trú með tillögu og svo kemur breytingatillaga sem að menn samþykkja og svo á það bara að vera tillagan. Það bætti við einu orði og svo ætlar meirihlutinn bara að gera þetta sínu og ég segi það var nú tími til komin að meirihlutinn ætlaði að gera eitthvað í málinu. En það er alveg sama hvaðan gott kemur. Þetta kemur frá Framsókn og bara ég fagna því samt að þessi vinna, að það ég hefja þessa vinnu. Takk. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að sitja undir því að ég sé að stela hérna einhverju bókun. Það er raunverulega þannig að það er sama hvaðan gott kemur. Hins vegar langar mig að benda á það og ég las það náttúrulega upp hérna áðan þegar við vorum með fundarhlé að þetta er ekki fyrsta skipti sem að svona er bókað. Okkur fannst það algjörlega kýrskýrt með við hvernig þetta var sett upp í fundargerðinni að þarna kom tillaga frá Framsóknarflokknum. Við gerum breytingu á tillögunni og viljum bæta inn bæjarráði og þá er það borið upp sem breytingartillaga og hún er tekin til atkvæðagreiðslu af því að hún gengur lengra. Þetta hefur alveg verið viðhaft áður og það er hægt að fletta upp í fundargerðum bæjarins nákvæmlega því sama og við vorum að gera áðan. En auðvitað skil ég það að þið viljið hnykkja á því að upphaflega kemur þessi tillaga frá ykkur, en mér fannst bara algjörlega eðlilegt að því við höfum gert þetta áður að þetta væri bókað svona að breytingartillagan kæmi með þessu auka orði sem er bæjarráð. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að og ég er náttúrulega alltaf ekki sitja undir því að ég sé sök að vera að stela ykkur í tillögu. Við erum öll sammála að fara í þessa vinnu og það er það sem að skiptir höfumáli á þessu fundi. Þannig að bara svo ég benda á það aftur að þetta er alls ekki fyrsta skipti sem þetta er gert. En við höfum greinilega gert þetta öðruvísi líka og ég myndi vilja að það væri bókað hérna frá allavega mér og kannski meirihlutanum að þess konar bókun sem að vera gagnrýnd fyrir hefur alveg verið viðhöfð áður eða hefur verið bendur á að fyrirkomulag bókunar kannski hjálpi mér. Hvað segirðu? Fyrirkomulag afgreiðslutillagna. Já, að fyrirkomulag afgreiðslutillagna. Þetta fyrirkomulag á afgreiðslubreytingatillagna hefur verið viðhaft áður. Já, náður að segja hún. Þetta fyrirkomulag afgreiðslutillagna hefur verið viðhaft áður.
Fleira var það ekki. Takk fyrir það, Kristín María. Þá tökum við fyrir, ég er eiginlega búinn að loka mælendaskrá. Já. Þá tökum við fyrir 13. mál. Samgönguáætlun, áherslur í áætlun 2018 til 2029. Nú bæjarfulltrúar eru með viðamikla skýrslu. Ég ætla svo sem ekki að fara að þylja hér upp en mjög áhugaverð lesning og yfirgripsmikil. Mönnum finnst hafa svona misjafna skoðun á henni en þessi ítarlega samantekt svona heyrir að Grindavík og öllu hérna í nágrenni og jú, vissulega forgangsraðað en það er eins og alltaf menn hafa svona misjafna skoðunar á því. En undir þessum lið þá er orðið laust. Er einhver sem að, já, Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tilefni þessa er það að nú var að ræða aftur á Alþingi samgönguáætlun næstu ára og í mínum huga er það kýrskýrt að allt annað en 2+1 vegur á Grindavíkurvegi sé ekki boðlegt fyrir íbúa Grindavíkur. Við eigum að berjast fyrir því að þetta verði leiðin, ekki eitthvert meðalhraða eftirlit. Mér finnst þess að það sé eina lausnin, meðalhraða eftirlit á Grindavíkurvegi. Við sem að förum hér á milli komumst ekkert oft yfir 80, oftast á daginn. Á Grindavíkurvegi, umferðin er það mikil. Og þá er lausnin að fara í meðalhraða eftirlit. Við eigum bara að einhenda okkur í það að þrýsta á allt það sem við getum til þess að fá hér 2+1 veg. Það mun auka öryggi íbúa Grindavíkur stórkostlega og það yrði ein mesta framför fyrir íbúana að fá slíkan veg. Það gerist ekkert 1, 2 og 3 en leið og við sofnum og bíðum eftir næsta alvarlega slysi þá verður aftur vaknað, er í hretturum. Þannig að hjálpumst að þrýsta á framkvæmdarvaldið að koma þessu á koppinn. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Þú ert að gleyma mér. Fyrirgefðu, Páll, ég gleymdi því. Það er Kristín María og svo er það Páll Jóhann. Þannig að þú ert pottitt næstur. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir með Guðmundi að við þurfum áfram að herja á fjárveitingavaldið, að brugðist verði við með einhverjum svona viðunandi hætti á Grindavíkurvegi. Við höfum tókum okkur náttúrulega saman núna fyrr á árinu, samráðshópur, fulltrúar bæjarfulltrúa og stóra fyrirtækja á svæðinu og fórum á fund með Vegagerðinni, við fórum á fund með samgönguráðherra og við fórum á fund með fjármálaráðherra. Ágætis fundi svo sem en eru ekki að skila því nákvæmlega núna sem við viljum. Við þurfum áfram að sækja á yfirvöld og ég tek undir með Guðmundi að við verðum að fara fram á að Grindavíkurvegur verði breikkaður og akstursstefnu verði aðskildar. Meðalhraða eftirlit, ef að hraðakstur væri kannski aðalmáli, hann náttúrulega er vandamál víða, en ég held að aðalmáli sé að reyna að aðskilja þessar akstursstefnur. Hins vegar skilaði Vegagerðin af sér skýrslu sem við tókum fyrir í bæjarráði daginn, þar sem var farið yfir svokallaða öryggisúttekt sem unnin var núna í maí og þar voru teknar upp aðgerðir og þeim forgangsraðað og það þarf að fara í þær. Það er sem sagt út af því að
flestu slysin á Grindavíkurveginum eru útafakstur og þess vegna þarf að gera umhverfið þannig að ef að bíll lendir út af þá séu kannski minni líkur á að hraunklappir eða annað grjót geri valdi meiri skaða en annars. En ég held að við þurfum að halda áfram að fullum krafti og ég veit að samráðshópurinn og fulltrúar bæjaryfirvalda ásamt bæjarstjóra mun hittast aftur núna, vonandi bara á næstunni, þar sem að við munum að sjálfsögðu reyna að fylgja eftir þessum áherslum sem að Guðmundur var að benda á eða við erum að taka upp núna frá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum. En við erum líka benda á það að þetta var í rauninni eina málið ásamt hafnamálunum sem við tókum fyrir á fundi með þingmönnum fyrir árinu, því að þetta er okkur mikið hjartansmál og ekki bara fyrir íbúa Grindavíkur, heldur alla þá ferðamenn sem að fara veginn, ekki bara á sumrin heldur allt árið umkring. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Páll Gilsvel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja að koma með smá athugasemd við síðasta mála. Það hefur nú ekki tíðkast hér annað en að forseti hefur, þegar að menn hafa verið að bóka svona sitt á hvað, að eftir hverja bókun hefur mönnum gefist færi á að svara þeim bókunum, en það er einhver breyting þar ágreinilega. Ég harma það, en ég ætla nú ekki alltaf ólöfrið það. Nú er það samgönguáætlun. Það er búið að gera Grindavíkurveginum ágætis skil hér. Nú þar eru hafnamálin sem eru þar líka svona gerð ítarleg skil þarna í okkar skýrslu og ég svona brýni fyrir meirihlutanum að halda áfram að berjast fyrir því að þessar aðgerðir, þessar framkvæmdir sem við erum í höfninni, að þær verði kláraðar. Það er mjög brýnt að dýpkunin verði kláruð áður en verkfærin og vélarnar fara héðan, en það er ekki alveg tryggt að þær klárist. Það þarf að halda áfram að berjast fyrir því að það verði inni, að það verði ekki skilin eftir 14 metra breiður hryggur eftir endilangri höfninni sem að býður bara hættunni heim og þetta er bara það mál sem að meiri hluti þarf að berjast fyrir að fá það í gegn að það verði, þessi hryggur verði ekki skilin eftir og ég veit að það er vilji til þess. Nú það er líka sjóvarnir þarna, það er svona eitt af þeim vinnum þeim atriðum sem við þurfum að telja upp og hafa augun opin og við allir bæjarbúar þurfum að svona vera meðvitað það hvar er mesta landbrotið og hvar þurfum við að verja landið og matreiða það ofan í vegagerðina eða siglingamál að hafa þá staði inni á kortinu og við höfum nú verið að leggja varnargarða hérna út í Golfvöll og hérna austur í Buðlungu og víða, þannig að við mögum aldrei slaka á í því að halda því á lofti. Við Grindavíkurbær á talsvert af grjóti í þessa garða sem að við í rauninni fengum og borguðum bílferðir undir það grjót þegar grunnurinn var tekinn hérna í hótelinu við Bláalónið, þannig að við eigum efnið og við þurfum að vera vakandi fyrir því að rökstyðja þær aðgerðir fyrir vegagerðinni. Því allt fer þetta allt í ákveðna forgangsröðun hjá þeim. Það víða þörf fyrir þessa sjóvarnir allt land, þannig að við þurfum að halda vel á spilunum við því
og minnast á það í hvert skipti sem við hittum þessa höfðingja þannig inn í vegagerðinni eins og höfnina. En ég treysti því að meirihlutinn haldi áfram þrýstingi á vegagerðina að klára höfnina og klára dýpkunina. Þakka þér fyrir það, Páll. Ég er nú sjálfur á mælendaskrá. Forseti bæjarstjórnar, hann stýrir fundum. Og ég tel mig ekki hafa verið ósanngjarnan við menn að fá að ræða mál og koma, en ég vil að þeir ræði undir réttum lið. Þegar búið að loka málið, þá búið að loka málið. Þar sem ég var næstur á mælendaskrá í því máli sem við erum að ræða núna, að þá hefði ég viljað sjá meira einblínt á þann hluta vegarins, Grindavíkurvegar, frá Reykjanesbraut að Bláalóni. Þar er mesta umferðin. Og ég er ekki búinn að gefa það upp á bátinn að það er að skoða alvarlega með 2+1. Þið sjáu það fyrir ykkur að fyrir 20-30 árum síðan að menn mistu bílinn út af, þeir fóru út af, það var engin umferð á móti, það var miklu minni umferð. Í dag, og þið takið eftir því á veturna, það gerir þannig veður að menn eru ekki á mikilli ferð þegar að missa bílan út af. En ef hann lendur á öðru ökutæki sem kemur og hinur akstursáttinni, þá verða alvarleg slys. Þessi vegakafli veldur mér sérstakur áhyggjum. Ég veit að það er víða sem má laga og við ræddum til dæmis Selhálsbrekku og ýmsir staðir þar sem hátt niður og getur orðið alvarleg slys. En mitt mat er það að alvarlegustu slysinn, það er þegar 2 ökutæki rekast á úr sikkur átt. Það hefur sýnt sig og ég hef reynslu af þessum málum. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, hann að þessi yfirgripsmiklu skýrslu, orðið er laust. Ef það er ekki fleiri á mælendaskrá, þá gerum við þá stöðum við beina útsendingu og förum í fundagerðir.